go up there, but I don't know why that's disappeared. So yeah. Oh shit. Yeah. Okay. Cool. Yeah. So I'm going to be pretty brief, pretty quick. Just going over basically where we're at with it all. I have a lot of questions regularly because I guess people aren't really sure with what's happening with FSC in general of certification. To give a rough overview to why it was FSC we chose with, we did look at PEFC, but due to the construction around the way that certification bodies operate in varying countries, it meant that it would have been unfeasible in Iceland. So to start with, obviously everyone here knows the sort of history of forestry in Iceland, the extreme deforestation that's occurred, and the sort of general efforts that are being put on for the past decades to bring that back. Funnily enough, this creates a really unique sort of position regarding forest certification, because no other country in the world has ever been in a position where they're actually trying to apply certification before there's actually a forest sector in place. Like, there's no real forest industry here, and that makes it unique. Most countries have big forestry sectors, and then they try to change that forestry sector to adapt to these new standards. So that does create quite a unique position to be in. It also makes some troubles and some struggles have already sort of come up because, you know, when you're sort of only harvesting 5,000 cubic meters compared to other countries which are harvesting over 100,000, yeah, it makes a bit of a strange circumstance to be in. The main types of FSC certification fall into these three categories. The main ones we're going to focus on is land and forest ourselves, is the forest side, and mainly because chain of custody itself and manufacturing and wood processing in its own world. And for ourselves at the moment, the end goal realistically is to end up with ecosystem service verification. Because in reality, when we look at it, the quantity and the money we're probably going to get from timber sales isn't actually going to match the ecosystem services that the forests actually provide, if it's recreation, if it's hydrology benefits and whatnot. So the fundamentals of certification in general, and Gulliam sort of covered that quite well yesterday with the standards element, is that whole preparation, internal audits to make sure that you comply to the rules of FSC itself, and they're based in the IGIs, or that sort of fall into these 10 principles about how to sort of become sustainable and based on economics, the environmental and the social aspects of sustainability. And then there's a formal auditing process, decision made, and then that falls back into a 5-year cycle of distance, sort of a varying elements of audits. So you have distant audits, you have on-site audits throughout that 5-year period once you get that certification. General market benefits and climate benefits through this form of certification is quite evident to see around the world. It enables sort of trust, and that was the fundamentals of forest certification back in the 90s when it first come around, was this idea of consumers being able to trust that the products they're buying come from a sustainable source, that it isn't part of deforestation as a whole, and making sure that there's some standards to that. And as a whole, we do see that there's a general push within Europe especially to go away from concrete and other elements in construction and go back to timber. So there is a big demand, and we already see around Iceland already that, you know, we predominantly import. We aren't, you know, we don't currently use our own timber, which is a big issue regarding sustainability and our carbon footprint as a whole. And as we know, Icelanders have per capita one of the largest carbon footprints. So we need to do something about that. It's an ethical issue, realistically, about having to really bring timber into the Icelandic domain and also create jobs. And that's also part of the UN Sustainable Development Goals as well. So where we're at, well, for the past sort of year or so, we've conducted quite a range of internal audits, looking at forest management, a general management as an organization, and how we approach that management. One of the key elements
to sort of modern sustainable forest management is that we take this ecosystem approach, but we aren't just focusing on the trees, we're focusing on the whole landscape as a whole. So when we're talking about forest management units, we're also talking about the wetland areas, we're talking about riparian areas. We're not, we're not just focused on this one entity as a whole, and it's sort of factoring that into our forest management. And something I think, maybe this is a personal opinion, but I think something we've not done particularly well in forestry in Iceland is sort of project the story of what the future of what we hold, and where we want to go. We very much focus on now, and that's something which obviously in time has to change when we start projecting about our 10-year plans, or sort of 50-year plans in districts and whatnot. And that's something what generally does change when you start looking at certification, is being able to factor in contingency plans and also where we want to go as a whole. And the other element is obviously the social side, making sure that health and safety is in place, that we're following best management practices at all time, and staff are properly trained and whatnot. So some of the work that has been done, and Gully touched on it yesterday, is things that we're bringing in sustainable forest management guidance standard into place, and that's in the final steps now. We've recently put getting over the line a new health and safety document regarding forestry and general operations for land and forest, which sort of touched on a lot of the elements of safety and forest management. And for ourselves, we're also have our first pre-assessment booked in for July, and that was on a case study in Hurgadala. And the target is to gain that first level of certification by the end of this year, and where the milestone to also be get full certification by the end of next year. So there's full certification, but you can only gain full certification if there is actually a national standard in place, which we do not have at the moment. So as an intermediary, we are going to get a control forest management certification. This basically applies about all the main main 10 principles of FSC, but then equates to about 75% of their general rules and guidances. And we're currently sort of factoring and making changes to ourselves at logs to sort of apply for this, and this is what the first pre-assessment will be based on. But what this basically does is enable for consumers to know that what we're doing is the timber that we would provide is coming from an acceptable source. It doesn't necessarily certify that we're sustainable at the moment, but it just states that we're following legal and also environmental safeguards. So the process of us putting in national standard in place, we did first last year start to try to create a standard development group, because there's two ways of doing it: through a standard development group or through a certification body. Unfortunately, due to other varying complications, we couldn't go through the standard development group process. So we're now going down the certification body, who will take hold of that and will sort of, through varying organisations, that aid them in creating this interim national standard. And this will, with collaboration with FSC's policy unit, will be able to, hopefully by the end of next year, create a national standard and put that in place. And what does that mean for Iceland? Well, because we understand that the costs of certification are quite high, the idea is that we'll create a group certification for the country. Now, this would mean that any forest manager would be able to become part of that group and gain certification without having to go through the whole process of paying for those initial audits. And that would mean that as a whole, that we would basically then be able to provide is a lot lower cost. It's around 60% reduction in individual costs per person to be under a group certificate. And also means that for even small holdings, if they want to become part of this, they can without any big initial outlays for audits. Because, without stating the obvious, because Iceland is an island, it does cost quite a lot to have auditors fly over here from America or from Scandinavia. So, yeah, that's sort of one of the general ideas to resolve that, rather than focusing on ourselves and through that sort of forest management certificate. And as a whole, sort of the general roadmap, we're kind of halfway through now. Ideally, we've got a lot of work ahead with getting that full certification, but for ourselves, we've already identified the key elements in Icelandic forestry which need to be, I wouldn't say corrected, but we need to adapt. And we're sort of starting that national standard process now, and hopefully, in the coming year, 2 years, probably maximum, we'll be able to have some form of forest certification in place. Yeah, that's it.
Takk fyrir Aron. Hann sló nýtt met, stóðst nákvæmlega tímaáætlun, þannig að við leyfum 3 spurningar. Bjarni. Yeah, thanks, Aaron. Very good to get an overview where we are, and we are getting the certification in 2 years. Little bit more about, I mean, for London Forest, you are managing quite large part of the estates that we are presently going to utilize, but then we do have other actors. So how is it thought? You said that the smaller holdings could get certified through the national license, so to say. So what is the step if I am a private landowner not in any agreement with London Forest? So how do I come about to get the FSC? So obviously we're in the early stages of this because first of all we need to get the standard in the country. So there's that element to it, but when we're looking at it from that front, and obviously we'll have to have quite a wide stakeholder meeting to sort of understand how we want to construct that group certificate. The main idea is how we can look at other countries and how the sort of private sector works with the consultancy, where forest consultants will sort of take over that element of forest management and certification for them. And it's sort of applying it to Iceland, where you have this wide range of groups and elements, but it's because it doesn't necessarily matter what type of forest element you're, managing. You could be managing just a native birch forest and still want to be certified because you want to get ecosystem service verification. So it isn't necessarily just about the timber element with FSC. It's also about recognizing the management style. Going forward, I guess it'd almost be the way that the afforestation project works, where people can just apply and then it would be in a form of internal auditing. So first, before you get to the point where you'd bring them part of the portfolio, you'd then have to audit to see what they're doing, the way they're approaching management, what documentation. We'll have to have some sort of level of documentation packages where people would have to fill them in and whatnot. So it should be quite a smooth process to be part of it. And then all that would happen then is once you've accepted them part of the group, is next time there's a audit cycle, that's when they'd be audited properly by the cert. Because the thing is, sorry, I didn't quite touch on this, but what happens with FSC is you have to have external auditors from a certification body who come and do the audits. You have internal audits where you make sure that you're abiding by the rules, but in general that you have this third-party certification body that comes and does the audits and interviews people and other elements to make sure you're abiding by the rules. Fleiri spurningar? Yes, thank you very much. How long do you think it will take to get to the stage where to finish the process that you described, to get to the stage where we have the management certification in place? How long do you think it will take? The thing is with FSC, if theoretically, you could probably get this fully done within a year. But the big thing is, and a big element of this is stakeholder cooperation and talking to people. One of the basically things we found, because the other element of FSC is you have these 3 chambers, and in each chamber, environmental, economic, and social, and in each one, you have to have 2 people operating within them. So if you have any form of financial benefit, economic benefit, you have to go in the economic chamber, irrelevant of your motives. You can only really be in the other 2 if you're an NGO. Now, the problem with that is Iceland's forestry sector is so small that when you talk to people, and we've approached varying entities to be a part of it, because they don't have any forestry interests, for example, in the environmental side, because it can't be us, that they basically said, well, we have no interest in forests becoming certified. We don't really want to be, we don't want to use our limited resources to be a part of this because we've got other projects we want to spend. No, not because they're from a negative perspective, just because they would rather spend the money on something else. And I get that because it's quite a big process. And that's why we had to go down the CB front rather than the, using a sustainable, a standard development group.
So realistically, it can take quite a long time, potentially, purely just because we need that collaboration and people to be on board, to be part of those stakeholder meetings and get things over the line. And because sometimes there is limited interest, it can drag out, especially when, we know in Iceland, many people wear multiple hats. So they have multiple projects going on, and that can end up meaning that they can't do it for this month or the next month because they have surveys to do or whatnot. So potentially it could mean that things which could take theoretically 2 months to do could take 6. And that's kind of why this is dragged out already a bit than it should have done, because basically Iceland already is meeting legal requirements. It's not that, regarding the, because you have some scoping studies, and realistically, apart from some small changes, just creating some extra layers of documentation and identifying levels of hierarchy, we basically meet FSC standards already. It's just the fact that we need to apply it in a broader scheme and have these sort of stakeholder meetings, which is dragging it out. But hopefully now we're going to go down the certification body front. Hopefully, we should have something in place with all the different, because it has to go to FSC as well to file and to verify and come back. Hopefully it will be have a standard in place by the end of next year, hopefully, because it has to go back and forth a few times with FSC. Yeah, but I think that's with the CB, it should be quite, Ein spurning viðbót. Ef svo ekki, bara takk fyrir áður. Og þá komið að manni sem búin að helga líf sitt í að gera okkur kleift að selja íslenskt timbur, vottað, Eiríkur Þorsteinsson, CE-vottun á timbri, útlit styrkflokkun og viðarvinnslu salur. Þetta lykil erindi hér, Eiríkur. Góðan daginn, gaman að vera hérna hjá okkur og ég voni að hafa haft góðan dag hérna í gær. Nú það sem ég ætla að gera hérna núna að ræða þetta CE-merking á timbri og hvar við erum stödd í því máli. Og það kannski, ég ætla að reyna að fara hratt yfir þetta. Við höfum cirka 10 mínútur til að gera það og vonandi næg ég að skila þessu á svona, já. En það þetta sem Halldór Laxness ritaði, sem náttúrulega verið dálítið mitt lykilatriði í mínu starfi sem ég hef verið að vinna hérna fyrir skógræktina og í skógrækt. Það má sjá auðlegð og velmegun þjóðar í því hvernig hún yrkir landið sitt. Og þetta það sem við stöndum frammi fyrir í dag. Skógur, þegar hann setur fram þessa setningu, þá var þetta eitthvað svona framtíðar músík. Í dag við allt stöndum við frammi fyrir því að skógur, hann getur verið söluvara á margan hátt. Og þetta nokkuð sem við þurfum að fara mjög varlega með og hugsa til. Nú, við skulum sjá hvort að ég ætla að byrja því að ræða þessa tímalínu. Hvernig tímalínan í sambandi við burðarvið hefur verið hér á landi. Það nefnilega dálítið áhugavert að mjög fljótlega upp úr 1970 þegar ég kem, 71 þegar ég kem, þá ég fenginn til þess að fara til starfa hjá Timburhúsinu Völundi og ástæðan fyrir því að ég var fenginn til að fara það að þeir að kaupa timbur sem kemur frá Rússlandi. Það þannig, það rússlenskt timbur sem að koma og þetta eilíðar vandamál því að það ekkert skipulag á þessu timbri. Þannig var ég ráðið það inn og síðan ég þar og enda inni hjá rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og fer að vinna þar með þennan burðarvið og annað slíkt og 1985 þá loksins tekst það að stjórnvöld ákveða það að breyta byggingarreglugerðinni og taka upp
timbur, að verði sem sagt styrkflokkað timbur. Nú, við fórum í að kanna þetta og fundum út að nota staðalinn DS 413 í þetta og fljótlega á sama ári, þá var Bíkó og Húsasmiðjan komið með réttindi til þess að styrkflokka timbur. Og ég veit ekki, þetta náttúrulega sko 1992, þá gerast breytingar. Það stóru aðilinn að fara að kaupa timbur frá Íslandi og Lettlandi og við sem vorum að vinna í kringum þetta timbur, við komum strax að því að þetta timbur var ónothæft. Og einnig var það sama, þeir Íslendingar og Lettland, þeir voru að senda timbur yfir til Danmerkur og Danirnir endursendu bara timbrið yfir aftur. Þetta var ónothæft timbur. Það sem gerist það að við vorum nokkrir fengnir til að fara til Íslands og Lettlands og kenna þeim hvernig ætti að saga timbur og hvernig ætti að flokka timbur. Þannig að við Íslendingar vorum ekki svo vitlausir að það var hægt að nota okkur í það. Og árið seinna eru þeir byrjaðir að selja flokka timbur hingað til Íslands og til hinna Norðurlandana. Og síðan gerist það sem mjög áhugavert að árið 1997 þá kemur staðall, samnorrari staðall og þetta miklu þægilegri staðall heldur en DS 413 og þetta var almenn ánægja með þetta og Norðurlöndin nýttu sér þetta. Og síðan það 2005, þá kemur Evrópustaðallinn sem þessi 14081. Þetta staðall sem ræður en við getum flokkað timbur og með augunum. Nú, síðan gerist það að 2009 að þá það að stað Insta 142, honum breytt yfir, þannig að hann uppfyllir kröfur sem eru gerðar í staðlinum og þar af leiðandi þetta að við þurfum að sé og eitt annað gerist að öspin sem áður hafði verið leyfilegt að flokka sem burðarvið tekin út. Sem var mjög svona, í sjálfu sér slæmt. Margir til þess Danir, þeir hafa talað þetta við mig að þeir vilja gjarna fá aftur öspina inn og ég kem betur inn á seinna. Nú, síðan það að rannsóknastofnun byggingarinnar, þeir eru með leyfi til þess að gera úttekt á fyrirtækjum annan til að CE-merkja timbur og Húsasmiðjan og Bíkó, þeir fara inn í þennan feril og fá réttindi til þess að styrkflokka timbur. Síðan það 2018 að Nýsköpunarmiðstöð missir réttindi til þess að votta þessa vörum. Þar af leiðandi datt út þessi réttindi sem þessi fyrirtæki höfðu til þess að styrkflokka þessi timbur og þannig hefur þetta verið í dag. Það engir hér á landi sem hafa réttindi til þess að styrkflokka timbur eða gefa leyfi til að styrkflokka timbur. Nú það svo komið að hér stend ég og tilkynningu það að væntanlega á þessu ári þá verða komin fyrirtæki hér á landi sem hafa leyfi til að CE-merkja timbur og við munum fá hingað menn frá Noregi sem munu gefa þessum fyrirtækjum leyfi. Nú, hindranir sem hafa verið fyrir þetta verkefni þetta að það eru þessir Evrópustaðlar, gera það verkum að við getum ekki sótt
réttindin nema með því að hafa einhverja sem hafa faggildingu til þess að votta það að menn séu færir að gera hlutina. Þess vegna þurfum við að fá þessa aðstoð frá til dæmis Noregi. Nú, þrátt fyrir það að við erum með mannskap sem hefur verið í því að kenna flokkun á timbri og séðum það að taka úr fyrirtæki, bæði hér á landi og í Balkanlöndunum, þá eru reglunar svona. Þegar við dettum inn í þessar reglur sem Evrópubandalagið setur. Nú, sem sagt við þurfum að fá viðurkenningu frá Norðmönnunum til þess að fá þetta. Reglugerðin sem við erum að vinna eftir sem sagt þessi ESB reglugerð. Nú, þá er að spurningin hvernig höfum við staðið að þessu verkefni og það er Hlynur, hann hefur verið með mér í þessu miklu leyti. Það þess að skiptist upp í 8 liði nánast eins og þetta hefur verið unnið, það er undirbúning og samræming. Við höfum verið í samræðum við faggildingaraðila og vottunaraðila og við höfum verið að ræða við fyrirtækin og síðan hefur við að gera samninga við faggildingar og vottunaraðila og við höfum verið að vinna að frágang og ganga frá gögnum í þessum og síðan það sem við höfum gert það að ganga frá námskeiði í styrkflokkum á timbri sem komið á stað. Síðan við 7. liður sem samræmislýsingar og sérvottun framleiðslustýringu í verksmiðjunum. Þetta líka liður sem við munum ganga frá með hverju fyrirtæki fyrir sig þegar við erum lagðir á stað. Og svo reiknum við með þess að fyrirtækin getur farið að votta sína vöru núna á þessu ári. Nú, liður 1 og 6 búið og námskeið á flokkun á timbri komið á stað og það Iðunn fræðslusetur sem sér þetta námskeið og Ólafur kemur eftir upp og segir frekar frá þessum. Og fyrsta námskeiðinu lauk með verklegu prófi núna 14. mars. Ég sá ekki, þarna Teitur, hann var þarna á námskeiðinu. Nú, og það má segja það, það Land og skógar, þeir eru með 1-3 fyrirtæki sem koma eflaust til með að ganga inn í þetta, ef allt gengur eftir. Þar erum við að tala Hallastaðaskógur, það Vaglaskógur og Þjórsárdalur. Þetta fyrirtæki sem eru með möguleika til að koma inn í þetta og það hefur verið rætt við þá. Síðan erum við að tala Skógræktarfélag Íslands og þar erum við með Heiðmörkina og það Kjarnarskógur og það Snæfellsstaðir. Þannig að þetta eru svona í meginatriðum 1-6 fyrirtæki sem væntanlega munu koma inn í þetta. Nú, síðan þetta sem menn hafa verið að spyrja mig og ég ætla ekki að fara svo mikið ofan í þessa glærum í sjálfu sér, en það hvers vegna erum við af þessum? Skiptir þetta virkilega máli? Jú, þetta skiptir miklu máli því að samfélagið á sinn hátt gerir kröfur það að timbur sé merkt með CE-merkingum. Ekki bara í burð, heldur í ýmislegt annað. Og þess vegna höfum við sagt það að þetta skiptir máli fyrir iðnaðinn sem slíkan. Það eru margir bændur farnir að rækta tré og annað og þetta skiptir máli að þeir geti selt þessa vöru og það sé hægt að saga vöruna og þetta sem sagt
þetta hefur áhrif á samfélagið að við getum sinnt þessum þætti í skógræktinni. Það að vinna timbrið sem kemur út. Ég ætla ekki að fara að tala öskjuhlíðina. Ég get eitt í það alveg hreint klukkutíma. En það sem ég vil gjarnan ræða og hef sett þetta hvað gera hinn Norðurlöndin? Og það sem í gegnum þetta verkefni þá hefur við komist að því að á Norðurlöndunum eru samtök sem kallar sig Småsagarna. Og þetta akkurat fyrirtæki sem eru með kannski svona Woodmeister vél, hjólsög eða eitthvað annað slíkt og að saga timbur og hafa verið að gera það í langan tíma. Og þeir hafa verið að selja þetta timbur sem burðarvið inn í sitt samfélag. Og við höfum rætt við þetta fólk og þetta mjög áhugavert og ekki bara það heldur þessi samfélög, Finnlandi, Svíþjóð, Noregi, Danmörku, þau hafa stofnað með sér sem samnorrænt samfélag. Og markmiðið með þessu samfélagi, það að nálgast upplýsingar sem nýtist þeim til þess að geta gert sína vörur nýtilega. Og fyrsta spurningin sem kemur upp, Evrópuregluverkið að gera þeim lífi leitt? Og það staðreyndin. Þegar maður fyrir að ræða við þessum menn, þá bara þessi reglugerð sem hefur verið skrifuð fyrir timburvinnslu, að hún gerð fyrir stóru fyrirtæki. Hún ekki fyrir minni fyrirtæki. Og þessi minni fyrirtæki sem við erum að tala það þessi fyrirtæki sem eru búin að lifa og starfa inn í samfélagunum, skapað vinnu og útvegað efni. Þetta svona eins og litlu bátaútgerðina hér á landi. Þetta bara skiptir máli að þetta fái að lifa og starfa. Og eitt af þessu sem þeir hafa komist að, sem við höfum líka komist að, sem við höfum að vinna þessu, til þess að fá CE-merkinguna, þetta allt of dýrt. Þetta raun og veru fyrir svona litla sögunarmyllur, þá bara þetta of dýrt. Og þess vegna þurfum við að nálgast þetta á réttan hátt. Og það sem þeir gera, þeir nota þessa reglugerð, en þeir fylgja eða þeir nýta sér 5. greinina í reglugerðinni. Við höfum rætt þetta við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, þeir hafa ekki ennþá kveikt á perunum hvað við erum að tala Þess vegna það að við leggjum til að við stofnum félag þennan rekstur hér á landi, þannig að við getum farið að vinna að þessu á þennan hátt. Nálgast þessa leið, við verðum að hafa það í huga. Við erum ekki að tala það að við ætlum að fara að saga timbur og fara að selja það úr landi. Það komum við ekki til að gera, það kannski eftir 50 eða 100 ár, ég veit ekki hvað. En það langt þangað til. Þess vegna þetta bara meginmálið fyrir okkur að drífa ég er búin með tíman. En það sem ég ætla að tala hérna kannski rétt í lokin og það öspin. Eins og ég nefndi við ykkur að öspin datt út úr staðlinum á sínum tíma og það okkar draumur að koma öspin aftur inn í staðlinn. Ég rætti þetta við Hlyn og Ólafur Eggertsson, hann hefur verið með okkur í þessum og vonandi fáum við peninga til að gera eitthvað. Þið kannistu þetta á Vallanesi hjá Eymundi. Þetta var stórkostlegt þegar hann hafði samband við mig og bað mig að fara í það að taka styrkin á þessari ösp sem hann sagaði. Þór sagaði þessa ösp fyrir, ekki rétt með Þór. Og þetta stendur þetta hús ennþá. Þetta fyrsta
mannvirkið úr íslenskum burðarvið sem var gjört. Þetta er brú, þetta er göngubrú sem sem byggu til hjá Límtrén. Ég ætla ekki að fara svo mikið, ég er búið með tíman, en þið fáið þessar glærur væntanlega, er það ekki? Þannig að þá getið þið skoðað þetta og upplýsingar þetta er kannski eina sem ég ætla að nefna hér. Þetta er eitt dæmið um verk sem er alltaf áhugavert og fyrir ykkur sem er að saga timbur. Og hérna er verkefni sem er Árböðin í Laugarás. Þeir hérna í Þjórsárdal söguðu efnið í þetta. Ástæðan fyrir því að þeir fengu þetta verkefni er meginlega það að þarna er verið að kaupa timbur sem er bara í nær samfélaginu. Flutningurinn og annað er lítill. Og þetta er íslenskt efni. Ég held að láta þetta bara duga. Ég má nefna þetta út á Bjarka, að hann hérna vann efni í Skælagún, nokkra kílómetra fyrir í kaldúðunina. Það er mjög skemmtilegt hjá hann. Takk fyrir þetta, Eiríkur. Býta aðeins. Þó hann hafi farið aðeins yfir tíma, ætla ég að leyfa eina spurningu allavega. Þannig að ef einhver vill koma með hana, þá er það segðu til nafns. Góðan daginn, Guðmundur heiti ég, Aðarsteinsson. Þú segir dýrt að fá CE-merkingu. Hvað dýrt? Og líka hitt, hvað kostar það þegar hún er komin? Er nokkuð kostnaður eftir að CE-merking komin? Hefur framleiðandi nokkur kostnað eftir það? Já, hann hefur það. Þetta er sko, í fyrsta lagi er náttúrulega það stoppkostnaðurinn og síðan er á hverju einust ári þá er kostnaður. Já, við vitum hvernig þetta er cirka sko stoppkostnaður er svona 600.000. Síðan er kostnaður á hverju ári er svona í kringum 400.000. Við erum sem gengið með mínu öðrum gegnum þetta og þetta hefur verið stoppkostnaður og engin kostnaður eftir. En þarna, kannski ég að mynda bara? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað þú fengið þessi vottun. Það er ekki að gera hvað þetta. Og miklu þetta mjög fyrir sig. Svo reynir þetta eftir það. Er þá gaman að ræða við það, hvað það hefur verið og hverjir hafa gefið þetta okkur. Það forvitni. Það ekki tippið, sko, það var játni. Já, það annar mál, játni. Þið takk þessu umræðu á eftir. Og munurinn á játni og timbri er það að timbrið er lífrænt efni. Mjög áhugavert og það var greinlegt að ræða stuðverkið í tótt. En hvað er komið að næsta fyrirlesara? Þorbergur Hjalti Jónsson og það er gull, kolefni og kísilefni iðnaður og atis. Það kannski rétt að geta þess að læra eru á netinu og úrdráttur. Heil og sæl, öll sömul. Ég heiti Þorbergur Hjalti Jónsson og málefni, þessi glæra komið strax, já. Okay. Málefni íslensks viðar fyrir kísiliðnaðinn hefur verið svona af og til á mínu borðshorni síðan í nóvember mánuði 1986. Þannig að þetta er nokkuð gamalt málefni. Á Íslandi eru 2 kísilver. Það er Elkem Ísland, er með kísiljárnverksmiðju í Hvalfirði og PCC Bakki Silicon við Húsavík. Og Ísland, samanlögð framleiðsla þeirra, er svona það bil 1%, rétt tæp 1% af heimsframleiðslunni á kísli. Og
En Ísland öllu stærra þegar að við skoðum þetta í evrópsku samhengi. Ísland með þarna 14% af framleiðslunni á evrópsku efnahagssvæði. Við kísilframleiðslu þá þarf 2 aðalhráefni. Það annars vegar kvartsítgrjót og hins vegar kolefni. Og kolefni getur verið steinkol úr jörðu, steinkolakoks, olíukoks eða, sem allt eru jarðefna kolefni, eða timbur, viðarkurl, sem sagt, eða viðarkol. Og þessi mynd þarna er frá Bakka, þar sem verið að kurla innfluttan við til verksmiðjunnar. Og þið sjáu þarna stærðina, þetta eru svona nefakubbar sem að þeir kurla og setja í ofni. Og að sjálfsögðu munurinn á þessu tvennu, það skiptir máli nefnilega hvort þeir nota, hvaða kolefnisgjafa þeir nota upp á kolefnissporið. En kolefnið algjörlega nauðsynlegt í ferlinu því að þeir nota rafmagn til þess að slíta súrefnið frá úr kísilsýrunni og það þarf kolefni til þess sem gráðugra heldur en kísillinn til þess að taka við súrefninu. Svo að þetta bara falli ekki allt saman aftur þegar aðeins slag. Hérna fáum við viðarnotkun síðan 2012 hjá þessum 5 fyrirtækjum. Og hún eins og þið sjáið, þetta eru 127.000 rúmmetrar. Í gær var okkur sagt að við gætum nú búist við því að fá svona 100.000 eftir mannsaldur út úr skógunum. Þannig að það vantar ekki markaðinn fyrir grísjuna við á Íslandi. Og hér hvað við höfum verið að láta þá hafa. Við höfum verið að láta þá hafa upp rétt þegar mest var tæplega 4.000 rúmmetra, en stöplarnir sem við sjáum hérna, það prósent af heildar viðarnotkun fyrirtækjana. Og við náum ekki einu sinni 2% í dag. Prísarnir, má náttúrulega ekki þó ég veit ýmislegt hvaða prísar eru í samningunum, þá þetta innflutningsverðið eins og þau kemur fram annars vegar í gögnum Hagstofunnar og síðan þetta upp úr skipi, hvað það kostar verksmiðjurnar upp úr skipi að timbrið. Og síðan til viðbótar eru gömul gögn sem þess að fá svona þessa breyta alveg aftur til upphafsins sem ég hef úr skjölum og fundi með íslenska járnblendifélaginu fyrir langalöngu. Og þetta svona 13.000 kall, þetta fært á fast gengi, miðað við fast gengi, þá þetta búið að vera þessi prís og svona sveiflast eftir hagsveiflunni allan tíman. Og hann í hægri kantinum þessa daga. En það sem skiptir okkur líka máli það fjarlægðarverndin. Hver samkeppnisstaða okkar gagnvart innflutning? Það kostar kostnaðurinn við sjóflutning til landsins það bil 40%, það sveiflast á milli 30 og 50% bara síðustu hálfu öldina. Og það engar horfur á því að þessi fjarlægðarvernd muni breytast.
sko, Trump í Ameríku, hann var að setja á sko 25% tolla á ýmislegt frá ýmsum. Þetta eins og við hefðum sett 40% toll á innflutning og það bara fjarlægðarverndin sem fest í sjófrakt til Íslands. Miðað við einhverja verksmiðju sem stæði, segjum við í Kanada, þar sem hægt að keyra bara með timbri til verksmiðjunnar. Kolefnislosunin, hún mest, sko þeir nota fyrst og fremst, eða það nú reyndar þannig að PCC svona með tæplega helmingin af skógarkolefni í sinni framleiðslu, að lægra hlutfall hjá Elkem, en heildarmyndin þessi sem við sjáum hérna á steflaritinu frá 2012 og notkunin að aukast bæði vegna þess að þeir eru að nota meira og svo líka náttúrulega stökkið kemur þegar að PCC kemur inn á markaði. En verðið á losunarheimildum skiptir hérna máli. Verksmiðjurnar heyra undir ETS markað, losunarheimildamarkað Evrópusambandsins. Þannig til dæmis að ef við ákveðum til dæmis að leggja þær niður, þá breytti það því engu upp á það hvort að við getum verið horfurnar á okkar eigin bensínbíl eða díseltrukk. Þetta annað kerfi, þetta sem að þeir eru inn í. Og það þannig að þeir fengu upphafskvóta, frían upphafi, hann minnkar ár frá ári, upphaflega var það tæplega 2% og núna fram til 2030 þá það 2,2% sem að minnkar. Þannig að þeir þurfa þá annarkvort að draga úr starfseminni, kaupa kvóta á markaðnum eða gera eitthvað annað sem að telst jafngilt. Og verðið hefur, eins og við sjáum, rokið upp. Þetta sko, núna í febrúar var þetta 74 evrur á tonnið af koltvísýringi, sem að 10.850 krónur held ég íslenskar. Og þetta hefur áhrif á þeirra ákvarðanatöku því að verðmæti annarra kosta færist náttúrulega upp til jafnvægis við ETS-verðið. Og þeir síðustu ár, eða frá 2022, þá byrjuðu kísilverin að nota viðarkol. Viðarkol besta hráefnið sem að þeir gætu haft. Þeir myndu, ef að viðarkol væri nógu ódýr, þá myndu þeir bara nota viðarkol. En þeir hafa notað nánast ekkert fyrr en núna, því að þarna akkurat þegar að 2022 þegar þeir byrjaði að nota þetta, þá fór ETS verðið í hæstu hæðir og ef maður reiknar dæmið, það akkurat á sömu mörk sem að jafngildis verðmæti ETS heimildana og verðs á heimsmarkaði á viðarkolum til stóriði, sem svona sirka 30.000 kall á tonni eða viðarkolum. Þannig að, áður en kemur þessu, þannig að tæknilega séð, þá geta kísilverin keyrt á eintómum viðarkolum, en þau geta ekki keyrt á eintómu timbri vegna þess að það verður til svo mikið gas að það engin leið að hemja eiginlega prósessin ef við hrúuðum bara timbrinu alveg
eintóma ofan í þessan 2200 gráðu heita ofn og reyndar ýmislegt fleira sem að færi úr lagi. Þannig að það er ekki hægt að nota það beint, en viðarkol geta þið nota. Nú, hann Brynjar okkar, hann var með hugmyndum rannsóknarverkefni 2020 og hafði samband við mig. Og úr því var það við fórum að ræða við PCC, þeir höfðu ekki notað neitt íslenskt timbur. En við höfðum nú grun það að ástæðan væri svo að þeir væru smeykir við hráefnið. Þeir vissi ekki hvort það væri nógu gott. Þannig að við fengum sérfræðinga PCC með okkur að við útveguðum þeim sýnishorn. Þeir færu með það í gegnum sína rannsóknarstofur og mæltu það hversu gott hráefni þetta væri. Þannig settum það bara í þeirra sjálfdæmi að mæta það hvað þetta væri gott hráefni. Og í fyrsta lagi, og það sem að skiptir þarna máli eru snefilefnin sem er í viðnum og berkinum. Það eru náttúrulega þessi helstu næringarefni og svo ýmislegt annað sem að trén taka upp. Til að mynda elgkem mjög viðkvæmt fyrir títan. Það er algjört eitur. Ef það er títankorn, því að ef kísiljárn er notað í stálblöndur sem eru fara í rafmótara, til dæmis í tölvum eða símum eða einhverjum slíkum tæki eða sérstætt í svoleiðis búnað, þá hitnar, ef það er títankorn, þá hitnar mótorinn og það getur kveiknað í öllu saman eða dæmi sem okkur var nú sagt einu sinni að ef það er títankorn í stálþræðinum sem er í radialdekkjum að þá er mikil hætta að það bara hvellspringi og þegar dekkið hitnar og stórslys, þannig þeir eru mjög viðkvæmir fyrir þessum snefilefnum. En út úr þessu kom, íslenska efnið var fyrsta lagi nógu gott með að nota það eins og þau nota það núna, en stafafuran með berki, meiri segja, var nógu góð í viðarkol sem hægt væri að keyra verksmiðjuna 100%. Svoleiðis að við í salnum og þú Ágúst, látum ekki hælbítana hafa af okkur stafaföruna. Þetta er eitt verðmætasta tréð, þó að margir reki hornin í hana. Þetta er besta hráefnið sem við höfum og hráefnið sem við gætum notað til þess að fullkomlega kolefnisjafna kísiliðnaðinn. Ef við ættum nógu mikið af henni. Og bara í lokin, bara klára þetta. Eftirspurnin er alltaf að aukast. Punkturinn gamli, 88, fundur með Íslenska járnblendufélaginu. Þeir sögðu, við getum notað þetta 2 ára hverjum 5 þá. Nú notað kísilföður alveg stöðugt hverju einasta ári. Það er að aukast. Og ef heldur áfram sem horfir, punktarnir sem að gera er núverandi notkun. Ef það heldur áfram að heldur þessi 2%, 2,2% regla heldur áfram, menn hætti ekki bara við allt saman, að þá mun verðið hækka og það er bara reikningsdæmi 10, 15, 20 ár þangað til að það verður fjárhagslega hagkvæmt að kola stafaföru á Íslandi til að þjóna þessum markaði. Ætlum við að láta þetta vera svona til frambúðar eða ætlum við að reyna að gera eitthvað í þessu? Grísja það sem við höfum, stórt og lítið og planta til þess að kolefnisjafna á tvennan hátt. Kærar þakkir fyrir þetta, Þorbergur, og við ætlum að leyfa fyrirspurn. Þetta var eina.
enginn sem gefur sér fram. Þetta var svo skýrt og skilmerkilegt að við erum komið með alltaf hreintið ekki. Svo eru prófa eftir í kaffiliðinum. En kærar þakkir. Og þá er það Ásdís Björk Friðgeirsdóttir, greining á skráðum upplýsingum úr nýskoðaverkefnum. Gjörðu svo vel. Já, ágæta samkoma. Ég Ásdís Björk og ég BS-nemi, eða sem sagt ég nemi í skófræði og alltaf að segja ykkur aðeins frá BS-verkefninu sem ég hef verið að vinna að. En það byggist á að greina skráðar upplýsingar úr nýskógræktarverkefnum. Mikið af upplýsingum úr nýskógræktarverkefnum hafa verið skráðar í Arkis gagnagrunnin, en lítið hefur verið greiningar á gögnunum. BS-verkefni felst í úrvinnslu tölulegra gagna val á tegundum landgerðum til að skoða misræmið þar sem framkvæmdaskráning endurspeglar ekki ræktunaráætlun. Það er hvort sé breytileiki á milli þeirra trjátegunda sem lagt til að séu gróðursettar samanber áætlun og þeirra tegunda sem eru gróðursettar í raun. Ég skoðaði eingöngu svæðið þar sem ræktunaráætlun og framkvæmdaskráning skarast og það skýrir stundum hversu lítil svæðin eru í hekturum sem ég skoðaði. En verkefni beinist að megin trjátegundunum 5 á Íslandi og gróðurhverfum sem hafa verið flokkuð í nokkra landgerðarflokka. Og ég tók líka viðtöl við skógræktarráðgjafa í öllum landshlutum og einnig við sviðsstjóra ráðgjafa hjá Landi og skógi. Og skógræktarráðgjafarnir lögðu sitt mat á niðurstöður sínar og síns landshluta og komið með alls kyns góðar ábendingar og athugasemdir og kann ég þeim bestu þakkir fyrir. Og þarna eru þessar rannsóknarspurningar sem ég er að skoða. Það er kannski þessi megin spurning, hvernig er hægt að nýta skráðar upplýsingar og nýskógræktarverkefnum til að bæta skógræktarráðgjöf? Er munur eftir landshlutum, hversu mikið misræmi er á milli ræktunaráætlunar og framkvæmdaskráningar? Hver eru mögulega ástæða fyrir því að aðra trjátegundir eru gróðursettar en þær tegundir sem voru áætlaðar? Í hvernig skógræktarland er verið að ráðleggja gróðursetningu megin trjátegundina 5 í íslenskri skógrækt og hver er breytileikinn eftir landshlutum? Og í hvaða landgerðum er síður verið að fylgja ræktunaráætlun? En í þessu erindi mun ég sýna niðurstöður á landsvísu fyrir megin trjátegundina 5 eða samtals 10 skífurit. Og mikið er að sýna alla niðurstöður fyrir alla landshluta eða samtals 50 skífurur til viðbótar, en sýndar verða valda niðurstöður sem sýna breytileika eftir landshlutum. Já, við byrjum að skoða niðurstöður fyrir framkvæmdaskráningu þar sem sitkagreni var áætlað samkvæmt ræktunarráætlun. En sitkagreni hér samanstendur af sitkagreni og sitkabastard. En í 54,1% tilvika er sett sitkagreni þar sem það var áætlað. En greni vex best í frjóum og hæfilega rökum jarðvegi. Sitkagreni hefur oft sýnt mikla lifun og framboð því hefur verið nóg síðustu 2 árin en minna þar á undan. Sitkabastardur fór illa í sólskógum vegna kals á síðasta ári sem mun hafa áhrif á framboð sitkagrenis á næstu misserum. En stafafuru og ilmbjörk eru mest gróðursettar í stað sitkagrenis á landsvísu. Líklega er stafafura sett í stað sitkagrenis þar sem að jarðvegur hefur verið rýrari en var talið þegar áætlun var gerð og einnig er alltaf nóg framboð af stafafuru. Hér sjá sambærilega niðurstöður nema eingöngu fyrir Suðurlandið. En þar er hlutfall á ilmbjörk það hæsta á landinu þar sem sitkagreni var áætlað samkvæmt ræktunaráætlun.
En þessi mikla notkun á ilmbjörk á Suðurlandi hífur upp landshlutfallið en þar hefur verið mikil áhersla á birkiskóga. Á Suðurlandi erfitt að byrja með greni á flötu landi og þar sem von á frostpollum, en stafafura þolir að vaxa í frostpollum og því ákjósanlegasta tegundin til notkunar víða á flatlendi inn til landsins, ásamt ilmbjörk. Hér eru svo sambærilega niðurstöður fyrir Vestfirði en þar mesta fylgnin með ræktunaráætlun eða sitkagreni gróðursett í 69% tilfella þar sem það var áætlað samkvæmt ræktunaráætlun. Mjög lítið að stafafuru notað þar og mér langar líka að vekja athygli á mikilli fjölbreytni í tegundavali almennt séð á Vestfjörðum með tegundum sem sést ekki svo mikið í öðrum landshlutum. Og þarna erum við komin í niðurstöðu fyrir framkvæmdaskráningu þar sem stafafura var áætluð samkvæmt ræktunaráætlun en í 53,8% tilfella sett stafafuru þar sem hún áætluð. Stafafura almennt mikið notuð því framboð henni alltaf nóg, nánast ofurgnótt. Stafafura mjög dugleg nánast hvar sem Í frjólendi vex stafafurinn hratt en hættir til að skrölta líka í deilendi. Hún mjög góður kostur fyrir landgræðsluskógrækt vegna lífsseiglu sinnar í misjöfnum landgerðum. Líklega sitkagreni sett í stað stafafuru þar sem hefur verið frjósamara land en var áætlað í upphafi og væntanlega rússalerki sett í stað örara land. Og hér eru sambærilega niðurstöður fyrir Suðurland en þar minnsta fylgnin með ræktunaráætlun eða stafafura gróðursett í 44,2% tilfella þar sem hún var áætluð samkvæmt ræktunaráætlun. Stafafura var ekki að slá í gegn á Suðurlandi undir lok síðustu aldar og aldamótin því skagvegfuran þótti svo gróf til gresjunar og innlandskvæmi þoldu illa hafrænt loftslag og höfðu litla lifun. Bændur vildu skipta yfir aðra tegund, til dæmis sitkagreni. En þetta hefur nú aðeins gengið tilbaka og fleiri vilja stafafuru í dag. Á Suðurlandi kemur líka alaskóp sterkarinn í staðinn fyrir stafafuru en rússalerki minna notað. Og hér eru sambærilega niðurstöður fyrir Vestfirði en þar mesta fylgnin með ræktunaráætlun eða stafafura gróðursett í 69% tilfella þar sem hún var áætluð samkvæmt ræktunaráætlun og það bergfura notuð í stað stafafuru í 5,8% tilvikum sem sýnir þennan mikla fjölbreytileika í tegundavali á Vestfjörðum. Því næst skoðum við niðurstöðu fyrir framkvæmdaskráningu þar sem rússalerki var áætlað samkvæmt ræktunaráætlun en í 66,6% tilfella hefur rússalerki verið gróðursett þar sem það var áætlað. Undir rússalerki fellur líka síberíulerki í þessari samantekt en það síðara kom ekki vel út hér á landi. Lerkitegundir eru ekki ættaðar og mjög hafrænu loftslagi og hafa þær ekki alveg aðlagað sig íslensku veðurfari. Hins vegar virðast þær kunna mjög vel við íslenska eldfjallajarðveginn og vaxa betur í rýru landi en aðrar trjátegundir. Hægt að nota stafafuru sem frumherja á rýru landi þar sem lerki þrífst illa, það á suður- og vesturhluta landsins. En rússalerki hentar illa sunnanlands vegna sveiflukennds vetrarhita en hentar vel fyrir norðan og austan og í innsveitum á Vesturlandi. Mikill skortur hefur verið lengi á lerkifræi en á árunum 2000-2010 var meira framboð af lerki og þá var það notað meira. Hrimur hefur gengið vel. Já, takk. Gerða það gerð. Hrimur hefur gengið vel á Suðurlandi en enn sem komið lítið framboð af honum. Á Suðurlandi hefur blágreni verið notað í stað lerkis í 6,5% tilfella eða sem sirka 1 hektari. En hér eru sambærilegar niðurstöður fyrir Vesturland. En þar var rússalerki eingöngu notað í 27,5% tilvika þar sem það var áætlað samkvæmt ræktunaráætlun eða í 300 hektara af þeim 971 hektara þar sem það var áætlað. En stafafura var sett í 440 hektara. Síðan eru við komin að niðurstöðum fyrir framkvæmdaskráningu þar sem ilmbjörk var áætluð samkvæmt ræktunaráætlun en ilmbjörk var gróðursett í 54,7% tilfella þar sem hún var áætluð. Ilmbjörk, stafafura og rússalerki henta mikið fyrir svipaða landgerðir og því þetta skipt út þessum tegundum auðveldlega.
Ylbjörgin þarf góðan og frjósaman jarðveg til að þrífast vel en lifir á flestum stöðum. Og frambúð af Ilmbjörg hefur verið gott, svona öllu jafna. Hér eru sambærilegar niðurstöður fyrir Austurland en þar var Ilmbjörg notuð í 40,9% tilvika þar sem hún var áætluð samkvæmt ræktunaráætlun. Stafafuru hefur verið notuð í 50,2% tilfella þar sem Ilmbjörg var áætluð en hér fyrir austan hefur ekki verið mikill áhugi á Ilmbjörg hjá skógarbændum því villt birki og sjálfsáning er algengt. En hér eru sambærilegar niðurstöður fyrir Suðurland en þar er mesta fylgnin með ræktunaráætlun þar sem Ilmbjörg var notuð eða í 82,4% tilvika þar sem hún var áætluð samkvæmt ræktunaráætlun enda mikil birkiskógarækt á Suðurlandi. Þar er líka notuð bergfura í 6,3% tilfella eða á rúmlega 12 hekturum. Og hér eru sambærilegar niðurstöður fyrir Vesturland en þar var Ilmbjörg notuð í 22,3% tilvika þar sem hún var áætluð samkvæmt ræktunaráætlun eða í 80 hektara á meðan stafafura hefur verið notuð í 36,7% tilvika eða í 131 hektara. Af ræktunaráætlun þessara 5 megintrjátegunda þá er minnsta fylgnin þar sem alaskuösp var áætluð. Þannig er alaskuösp eingöngu gróðursett í 36,6% tilfella á landsvísu sem jafngildir 576 hekturum. En sitkagren er gróðursett í 33,3% tilfella í stað alaskuöspar á landsvísu. En alaskuöspin unir sig vel í frjóu og röku landi og jafnvel í framræstu mýrlendi. Megin ástæðan fyrir lágu hlutfalli á alaskuösps sé í raun gráðursett er að það hefur verið framboðsskortur á alaskuösp. Alaskuösp gerir miklar kröfur til frjósams lands sem hentar líka sitkagreni vel. En þannig land hentar til dæmis rússaleski ekki vel. Það er því nærtækast að gróðursetja sitkagreni í stað alaskuöspar þar sem alaskuösp hefur áætluð en hana skortir. Einnig er oft vel hægt að nota Ilmbjörg í stað alaskuöspar þegar fólk vill halda sig við lauftré. Hér eru sambærilegar niðurstöður fyrir Vesturland en þar er minnsta fylgni með ræktunaráætlun á landinu eða einungis í 16,6% tilfella sem samsvarar að alaskuösp er gróðursett í 82 hektara þar sem hún var áætluð. Í 56,8% tilfella eða í 280 hektara er gróðursett sitkagreni í stað alaskuöspar. Og hér gerum við líta flokkun skógræktarlands þar sem sitkagreni var áætlað samkvæmt ræktunaráætlun á landsvísu og hér samanstanda niðurstöður fyrir sitkagreni af sitkagreni, hvítgreni og sitkabastard. Hérna er ég komin í seinni hluta verkefnisins og sitkagreni þarf frjósamt land og það borgar sér frekar að velja brekkur en flatlendi og forðast rýra lyngmóa en krækilyng getur truflað sitkagreni. Þessar niðurstöður styðja nokkuð vel við kjörlendi í sitkagrenis en það kemur óvart að það hefur verið áætlað í ógróið land og einnig einhver leyti í rýrt mólendi. Enda er ræktunaráætlun hvað síst fylgt í þessum tveimur landgerðum. Ilmbjörg og stafafura nota í staðinn sem hentar mun betur en sitkagreni. Einnig kemur óvart hversu mikið er áætlað í deig og mýrlendi því sitkagreni vill ekki mikla bleitu en það hentar vel í deiglendi. Þess má geta í leiðinni að ekki voru allir ráðgjafar sem ég ræddi við og eitt sátt er með að kalla blautasta flokkinn deig og mýrlendi og ég fór aðeins í hringi með það heiti en ákvað á endanum að leyfa þessu heiti að vera því undir blautasta flokkinn falla nokkuð gróðurhverfi sem flokkast sem mýri en gera má ráð fyrir að hér sé framræst mýrlendaræða þar sem ekki má gróðursetja í mýrar. Og hér er svo flokkun skógræktarlands þar sem stafafura var áætluð samkvæmt ræktunaráætlun á landsvísu. En stafafura er dugleg nánast hvar sem er en hún hentar vel í mólendi, til dæmis í lyngmóan og er ein besta frumherjategundin á rýru landi. Þessar niðurstöður styðja vel við kjörlendi stafafuru þar sem 75,6% er áætlað í mólendi og þar af 41,2% í rýrt mólendi. Hér er ræktunaráætlun síst fylgt eftir í vall- og blómlendi og deig- og mýrlendi. Eitthvað er verið að nota sitkagreni í stað stafafuru í blautustu landgerðina sem kemur óvart því sitkagreni virkar ekki vel þar.
Einnig verið að nota sitkagreni, rússaleski, ilmbjörk og alaskösp í stað stafafuru í vall og blómlendi. Niðurstöður, ekki mikið. Niðurstöður fyrir flokkun skógræktarlands þar sem rússaleski var áætlað samkvæmt ræktunaráætlun líta mjög svipuð út á niðurstöður þar sem stafafura var áætluð. En rússaleski þolir illa blautan jarðveg og ef hrossanál finnst í landi á ekki að planta lerki. Þetta kenndi Bjarni dyr okkur í náminu. Og samkvæmt mínum niðurstöðum var lerki aldrei áætlað í land með hrossanál. En rússalerki gerir afar litla kröfu til jarðvegs, þrífst vel í rýrum jarðvegi og nægjumsamt. Það býr í haginn fyrir aðra trjátegundir en þolir illa samkeppni við gras. Melar og rýrt eða meðalfljótt mólendi hentar því leskinu best. Rússalerki ein af þeim tegundum sem vex hraðast í rýru landi. Það því fátt sem kemur óvart í þessum niðurstöðum. En ræktunaráætlun var síst fylgt eftir í vall og blómlendi og deig og mýrlendi og þar var stafafura mikið til notuð í staðinn. Á Vesturlandi hins vegar hærra hlutfall áætlað í vall og blómlendi eða 11,2% og deig og mýrlendi 13,9% sem kemur óvart því þessar landgerðir eru alls ekki kjörlendir rússaleskis. Í staðinn var sett stafafura að mestu leyti. Næst það niðurstöður fyrir flokkun skógræktarlands þar sem ilmbjörk var áætluð samkvæmt ræktunaráætlun. Hér hefur flokkur vall og blómlendi stækkað heldur frá því sem við sáum hér á undan en ilmbjörk þarf frjósaman jarðveg til að þrífast vel. Ilmbjörkin virðist þola þurrk betur en flestar aðra tegundir en kann líka vel við sig í hálfdeigu og framræstu mýrlendi. Hér sjáum við niðurstöður þar sem ilmbjörk var áætluð samkvæmt ræktunaráætlun á Austurlandi en þar eru grænsvæði ekki notuð undir ilmbjörk. Það stafafura mikið notuð í staðinn fyrir ilmbjörk, sérstaklega í rýra mólendinu. Þá þetta hérna síðustu niðurstöðurnar. Niðurstöðurnar fyrir flokkun skógræktarlands þar sem alasköf var áætluð samkvæmt ræktunaráætlun svipa meira til niðurstöðu þar sem sitkagreni var áætluð en þar sem stafafura rússaleski og ilmbjörk var áætluð enda henta oft sömu landgerðir fyrir sitkagreni og alaskösp. Það kemur líka á daginn að sitkagreni mest notað í stað alasköspar í öllum landgerðarflokkum. Stærstu landgerðarflokkarnir hér henta illa fyrir rússaleski en gætu henta fyrir ilmbjörk. Nú, það eru svona ályktanir sem að ég drega þessu bara að ræktunaráætlanir eru áætlanir geta breyst og þeir geta verið mjög einstaklingsbundnar en gæta þarf að því að persónulega skoðanir skógræktarráði ekki för. En ræktunaráætlanir er oft ekki fylgt en það getur ráðist að þáttum eins og framboð á plöntum, ónákvæmni í staðsetningu svæða, skoðun skógarbænda og valið trjátegunda, hvort landgerðin hefur breyst frá því ræktunaráætlun var gerð, það getur verið mistök hjá verktaka, landi getur verið blautara þurrara þegar á reynir og svo breytir landeigendur. Ræktunaráætlun fylgir jörðinni en ekki ef það breytir landeigendur þá náttúrulega fylgir samt sama ræktunaráætlun. Já. Og ég vona bara nýjustu verkefnisins eigi eftir að koma góðu gagni við skógræktarráðgjöf í framtíðinni. Takk fyrir. Takk fyrir Ásdís Björk. Við erum komin langt yfir á tíma. Það var áætlað að hér eru 3 korter í kaffihlé en ég sé að fólk búið að vera að fá sér kaffi og svona. Það spurninga sem eina spurningu ef að fólk vill spyrja hana eitthvað. Þröstur? Já, þakka þér fyrir. Þetta voru mjög áhugaverðar upplýsingar. Hver tilfinning þín á því af hverju framkvæmdir hitta svo illa í mark miðað við áætlanir? Er það vegna þess að áætlanirnar eru vitlausar eða framkvæmdirnar? Það er bara eins og kemur fram á þessari glæru sko. Ég held að áætlanirnar séu raunin ekki vitlausar, ég hef ekki trú á því og en það er alltaf bara framboðsskortur, ræður mjög miklu, það sá þáttur sem ræður langmestu í þessu
Og svo þessi hinn atriði sem eru talin þarna upp, sko, sem geta stundum bara eru landið blautara eða þurrara þegar á reynir og þá þarf að breyta. Og svo getur landgerðin líka hafa breyst. Ef það hefur verið friðað landið til landnýtingar, þá kannski bara erum við komið með aðra landgerð heldur en var gert ráð fyrir í áætluninni. Þannig að Já, það má segja það kannski. En var ekki vitlaus á þeim tíma sem hún var gerð. Kærar þakkir fyrir þetta. Við ætlum að gefa korter í kaffiliða tæplega það. Byrjum aftur korter í 10, en ég minni á vorverk. Vandraberg hérna úti. Þeir sem eftir að gera upp, gerir það. Svo eru veggspjöldin hérna á veggjunum. Endilega kíkja á þau. Ég leyfi ykkur að fá okkur sæti. Nei, ég byrja bara. Ég baði sérstakt leyfi til þess að fá að vera með þennan mikrofón. Sumir búin að bera hann mjög vel, en ég var smá hræddur við þennan Britney Spears mikrofón. Þið verða að fyrirgefa mig það. En ég heiti sem sagt Teitur og Björgvinsson og umsjónarmaður viðavinnslu og viðaverslunar í Heiðmörk. Fyrst vil ég þakka frábæra viðburð og sérstaklega fyrir hversu geggja þemað í ár er. Hentar húsgagnasmið með timburdellu einkar vel. Frábæri fyrirlestrar, erindi og heimsóknin í gær geggjuð. Sko, í dag ætla ég að segja frá vettvangskennslu og þróun viðavinnslu í Heiðmörk. Það sem kannski gerir viðavinnsluna okkar í Heiðmörk sérstaka hvað felast mikil tækifæri í fræðslu og samstarfi þar. Ég ætla að segja eins frá Heiðmörk og grísinaþörf og viðavinnslunni, en mun leggja mesta áherslu á vettvangsnám og samstarf sem við höfum verið með. Það eitthvað sem við vonum að verði til þess að styrkja timburiðnaðinn og stækka markaðinn fyrir íslenskar timburafurðir. Sko, í Heiðmörk starfar ekki Skógræktarfélag Reykjavíkur, litla viðavinnslu. Markmið hennar tvíþætt að framleiða verðmæti úr grímssjónartimbri og styðja við fræðslu og þróunarstarf. Heiðmörk fyrst og fremst útivistarskógur á vatnsverndarsvæði og heilbrigði skógarins í fyrirrúmi. Og eins og Jóhann Páll kom í byrjun ráðstefnu, þá talaði hann mikilvægi útivistarskóga og það mjög ánægjulegt að heyra líka í þessari umræðu. En skógurinn hefur náð þeim aldri að nauðsynlegt að grisja nokkra hektara á ári hverju. Svæðið gróflega 3200 hektarar, 1000 hektarar hraun og vatn og votlendi, 1000 hektarar náttúrulegt birki og víðikjarr sem hefur dafnað vel eftir friðun og 1000 hektarar eru gróðursett. Heiðmörk þannig nokkurs konar mósaík þar sem barrtré yfir 5 metra þekja rúmlega 268 hektara eftir samtal við Gústaf í gær segi ég, og heildarþekja í skóga í Heiðmörk 1960 hektarar. Og já, þannig að svona fallega myndir úr Heiðmörk. Undanfarin ár hafa verið grisjaðir skógarreitir sem ná yfir 4 til 6 hektara svæði og viðmagn hefur verið á bilinu 200 til 300 rúmmetrar, að stærstum hluta gren og fura, en líka birki og ösp. Markmið fyrir næstu 10 ár að auka grisjun jafnt og þétt upp í 10 til 15 hektara. Það þarf að spýta í lófana og grisja jafnt og þétt upp í 10 til 15 hektara. Og það þarf að spýta í lófana og grisja það reiti sem hafa ekki verið grisjaðir áður, en þar á meðal eru 25 til 30 ára stafafurreitir og 50 ára reitir af greni, þar sem eru 3 til 5.000 standandi tré á hektara. Grisjunaráætlanir eru mikilvægar og að finna farveg fyrir efnið hluti af því. Við fyrstu grisjun stærra hlutfall af efninu hent út í eldivið, kurl og fleira, en í annarri grisjun fellur meira af gæðabólum til sögunar, og þess vegna svo mikilvægt að tvinna saman grisjun við markaðstækifæri og farveg til sölu. En næstu 10-15 ár væri gott að hugsa
500 til 1000 rúmmetra á ári þar að við myndum ná vel utan skóginn okkar að sögn skógavarðar. En hann biður fyrir kveðju, Sævar. En það mikið að græða því að búa til verðmæti úr skógarauðlindinni, sérstaklega þegar hún að vaxa mikið bæði í Heiðmörk og á landinu öllu. Okkur finnst við verið kjöraðstæðu til að þróa samtalið í aukinni viðarframleiðslu og notkun íslenskra viðarafurða. Þetta lítil viðarvinnsla í jaðri höfuðborgarsvæðisins sem byggir á sjálfbærri nýtingu og fræðsla og rannsóknir eitt af markmiðum skógræktarfélagsins. En undanfarin ár hefur Skógræktarfélag Reykjavíkur tekið á móti trésmíðanemum Tækniskólans í vettvangsnámi í Heiðmörk. Verkefni byrjaði að frumkvæði Sævars Heiðarssonar, skógavarðar, og unnið í samstarfi við kennara hvers áfanga fyrir sig. Síðan verkefni byrjaði hefur samstarfi fleiri skóla styrst og hafa nemendur í húsasmíðabraut Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, nemendur í vöruhönnun og myndlistadeild sem á arkitektúr við Listaháskóla Íslands komið í svipaðar vettvangsferðir. Tilvonandi smíðakennara frá Háskóla Íslands hafa einnig komið til okkar og það partur af áfanganum Lesi í skóginn tálkaði tré sem þróað út frá kennslufræðum Ólafs Oddssonar. En venjulega tekur vettvangskennslan 2 til 3 klukkustundir. Nemendur og gestir koma til okkar í viðarvinnsluna og byrja á því að fara út í skóg með kennurum sínum og skógaverði sem fer stuttlega yfir undirbúning og helstu öryggisatriði í skógarauki. Felld eru tré sem að nemendur hjálpast við að koma á kerru sem komið til okkar í viðarvinnsluna. Þannig að ég sýni ykkur bara svona viðarvinnsluna því að ég fer svona yfir í gegnum plani með þeim þegar þau koma til okkar. Förum við svæðið og kynnum þeim fyrir þeirri vinnslu sem þar fer fram. Tegunda trjám, hvernig timbur kemur til okkar og hvað verður úr því, hvernig við veljum bólina til flettingar, hvað verður á hvaða vöru og hvers vegna. Kurl, eldiviður, bolviður, borðviður og svona tölum að við nýtum allt okkar hráefni sem mjög mikilvægt. Svona þegar komið að karasauðin okkar sem hjólsög með 90 cm sagablaði og stórkostlega sögu. En hún kemur vist úr Ófeigsfirði og Norðurströndum og sagan segir hún að við farið með traktor þjóðveg 1 yfir á Langanes og sem hefði verið mjög áhugavert að sjá og þú veist, ef þið hafi heyrt eitthvað annað, þú veist, ekkert verið að segja mér neitt af því að þessi saga, hún slær alltaf í gegn. Svona, já. Við förum yfir öryggisatriði og almenna umgengni og sögum því næst þá bóli sem að þau felldu með skógaverði. Þarna myndar svona tækifæri til þess að, þú veist, bara sýna hvernig spýtan verður til. Því næst komum við af þurrkámnum okkar. Við ætlum bara svona að fara yfir því að mér líður best svona á svæðinu mínu og svona með þessum hópum og ég svona eiginlega bara svona að reyna að leiða ykkur í gegnum svona það sem að mér finnst þægilegt. En við komum að þurrkámnum og fara yfir mikilvægi þurrkunar og þá verðmætasköpun sem að verður til við rétt þurrkunarferli. Ef svo vill til að eldiviður í gámnum þá alltaf gaman að svona opna gáminn og, þú veist, og leyfa nemendum að finna ilminn. Ég segist svona venjulega fara í þurrkáminn kannski á köldum morgnum og hlusta á eins og eitt lag með Sigurós og andaði mér heilna með olíum sem að skógurinn gefur á sér. En þar opnast svona augu margra í þessu ferli og ekki síst svona vöruhönnunar, myndlistarhópum sem sá tækifæri til nýtingur á þeirrum öðrum afurðum skógarins, svo sem olíum og gaman að nefna þar á nafn Hraundísi sem með olíuna sína hérna frammi og Nordic Angan sem eru vinir skógarins okkar í Heiðmörk og frábært að fylgjast með þeim. Ég fekk mér einmitt svona olíur á hendurnar áður inn í stig og svið til þess að finnast ég vera á heimavelli sko. En við förum næst í smiðjuna og förum yfir svona það þurrkaða timbur sem við eigum og geymslaðaferðir og sjáum þar eldivegakleif og litla verkstæðið. Og þegar við komum að Woodmæstisfélagsins gaman að saga ból sem að býður þar og svona, já, sína ólíkar sögunaraðferðir sem hægt að vinna með búnaði félagsins. Eftir þess að yfirferðir svo farið á Elliðavarsbænum þar sem við sýnum þeim myndbandi skógarnytjar. En myndbandi og námsefni fyrir þessa vettvangskennslu var búið til af félaginu og fyrir styrk frá Þróunarsjóði námsgagna fyrir 3 árum og aðgengilegt á vefsíðu félagsins og það bara Heiðmörk/skógarnytjar og við hvetjum ykkur til þess að skoða það og nýta ef að þið fáið heimsóknir. Það bara öllum leyfilegt.
Eftir þessa kennslu fáum við okkur hressingu, förum yfir smá upprifjun og í gegnum fyrirlesturinn og svo bjóðum við upp á spurningar og þær eru mjög ólíkar eftir því svona hvaða hópar og hver aldur nemenda Og svona, já, segjum ofta, sko það sem ég vil nefna við segjum ofta börnin og nemendur séu framtíðin, en í þessu tilfelli eru nemendurnir sem koma bókstaflega framtíðin. Þetta fólk sem mun vinna úr timbri næstu áratugum og það svona mikilvægt að rækta góð tengsl við þau sína möguleika íslenska skóga og timburafurða og möguleika á nýsköpun og þau taki þessi þekkingu með sér út í atvinnulífið. Verkefnið þróast og styrst með svona hverri heimsókninni og samtöl við nemendur og kennara átt þátt í því að aðlaga efnið og gæði heimsóknarinnar. En svona til þess að draga saman líka það sem við erum að tala Skógræktarfélagið Reykjavíkur vill stuðla að jákvæðu samtali nýtingu timburs sem fellur til í grisjun. Hvort sem það sé í borgarskógum, í einkagörðum, opnum svæðum, grænum svæðum eða ríkiskógum. Félagið fékk í samstarfi við Tækniskólann á Trjáprýði þróunarstyrk frá Aski HMS til þess að rannsaka verðmæti og arðbærni þess að vinna smíða við úr trjám sem samstarfsaðilar okkar fella. Og þarna leynist silfurreynir, garðahlynur og ösp og gullregn og aðra tegundir sem ekki að finna í svona, skóginum okkar í Heiðmörk og því tækifæri fyrir okkur að skoða möguleikana í því að vinna úr því. Og þarna fær Tækniskólinn svo tækifæri á að bjóða nemendum sínum timbur sem sótt var í næsta nágrenni. Og þetta helst svona allt í hendur þegar að þau eru að smíða úr timbri, þá fá þau þessa tilfinningu fyrir skóginum, skógarmenningu, heimsókninni og okkur þykir bara vænt það og það er bara mjög mikilvægt svona að þau tengi þetta við þegar þau eru í náminu sínu. En Vegavinnslan í Heiðmörk, hún sem sagt rannsakar arðbærni og sjálfbærni skógarinnar á Íslandi og með því að byggja upp tengingu við arkitekta, upprennandi húsa og húsgagnarsmiði, nema í vöruhönnun, listamenn og aðra sem byggja upp framtíð landsins. Og hérna í lokin vil ég bara fá að sýna svona dæmi þær afurðir sem við höfum unnið í Vegavinnslufélagsins svona síðustu ár. Hérna Perlufestin og það eins og þið sjáið 10.000 lengdametrar af 2 tómmu sitkagreini. Og þá svona sjáum við bara þetta verður að þessu og svo kemur hérna stjörnuskoðun, áfangastæði við bílastæði, Búrfellsgjár, 90 stykki afbarkaðir 3 metra greinibólir, verða, útivistar mannvirki og svo erum við í samstarfi við fangaverk sem við smíða fyrir okkur bretti og bekki. Og svo náttúrulega eldiviðurinn eins og við búið að tala hérna. En svo það líka kannski það sem líka það fínsmíði, það parkett, það eru innréttingar en svo líka grófir bolir á leiksvæðum og útisvæðum. Og svo hérna í kringum Varmadælu búið að smíða hérna utan húsið og svo erum við með Hafliða bátasmið sem hefur verslaði líka timbur frá okkur og svona að nýta í þróun bátagerðar sem líka mjög mikilvægt. En svona kannski bara að segja, ég kom hérna byrjaði að starfa fyrir, kannski að verða 2 ár. Ég myndi segja þessi stór hættulegur starfsferill og það ekki út af hættulegum sögum eða líkamsmeiðslum eða neitt annað. Þegar þú ert að keyra landið með fjölskyldunni og börnin segja, pabbi, nennirðu please að hætta að tala tré. Og þannig að, það svona það sem hættulegast, það bara geðheilsa fjölskyldunar held ég, sem að ég svona tekið mest eftir, að maður verður gjörsamlega bara, húgt, það bara svoleiðis og ég sé það alveg og þess vegna bara eins og ég segi, bara mjög gaman að hlusta á þessa fyrirlestra og fá að koma og vera með ykkur og bara kynna þá starfsemi sem við erum með í Heiðmörk. Ég segi bara takk fyrir. Takk fyrir þetta Teitur, ég þekki þetta, börnin mín nefndi ekki að koma með mér í mörg ári í bíltúr. En fyrirspurnir, endilega skjótið einhver á hann.
Já, takk fyrir þetta, þetta var mjög skemmtilegt og það aðeins á svona að ég var að horfa á í það og ég gerði þetta þegar og húsglátt og garðsklónum og gerði ég ríkjær þrjárætti heilar sem að og sér eru við rauninni með rúm 40 áskó sem að við það var góður í 25 áskó. Óli Sæm var að hjálpa mig á þetta og við vorum svolítið að spá í manni og að þetta hugvarðhúsað og hugsað sem útivistarsvæði höfuðborgarinnar og höfuðsvæði Sindnes. En það var plantað svolítið í þessi svæði með aðferðum nytjaskógræktar. Ekki, en nú sér maður einhvern veginn að nytjaskógurinn að gefa við sem nýtt í útivistina, sem frábært. En það sem ég langar svona að spyrja bara því ég var að hugsa það sjálfur, svona eftir að hyggja, var þetta kannski bara alveg rétt ákvörðun að megin hluta að planta þessu trjám út sem nytjaskógi frekar en kannski hefðbundnu útivistarsvæði? Já, þetta svona kannski spurning sem að Sævar hefði getað svarað mun betur, en sko auðvitað, já, hjá okkur helst þetta í hendur, en sko það svona auðvitað felast svona smá kannski áskoranir í þessu að vera með útivistarskóg og ætla að nýta hann, því að sko leið og heggur tré þá spyr þú veist, af hverju varst að höggva þessi tré og þú veist, en svo líka sko ef við skiljum eftir boli einhvers staðar þá vil ég segja, þú veist, við erum að reyna að grisja hann og það það sem að sko mikilvægast í þessu öllu bæði fyrir skóg til þess að vera heilbrigður skógur og þarf hann að vera grisjaður og vera svona séð hann og sama hvort að sé, þú veist, já, nytjaskógur eða útivistarskógur þá held ég að sé alltaf sama, þú veist, við þurfum að koma því inn í bara samfélagslega umræðu að skóg verður að grisja þannig að hann sé heilbrigður. Það svona mín tilfinning, sko. En einmitt frábært að nota, þú veist, eins og þú segir, nota það timbur sem þarna í þau leiktæki eða þú veist, í þau mannvirki sem eru. Og það svona eitt í þessu að ég svona var að punkta fyrir hjá mér svona í gegnum hennar fyrirlestur að sko, þú veist, það verða að verða svona meiri fyrirmyndir í nýtingu skógarafurða. Og það verða að vera, og haldast í hendur svona við þetta, verða að vera sko kaup og nýting og ég veit ekki hvernig ég á að segja hvort að stjórnvöld verði að vera kaupendur af efni eða hverja að verða, en þetta verður að haldast í hendur til þess að sko til þess að verði eitthvað úr afurðin okkar. Svona, já, ég er búin að punkta svo mikið hjá mér eftir þessa fyrirlestra, ég fer bara heim með heimanám, sko, fjölskyldunni náttúrulega til mikillar gleði, sko, en já, það er svona, ég svaraði kannski ekki alveg þessu, en bara, já, grisjaskóg, gera þá fallega, til þess líka þeir líti vel út til uppbyggilegs samtals. Það var kannski fyrirspurning viðbót, leyfa það. Enginn sem réttur upp hönd. Kæra þakkir Teitur. Þetta Britney Spears, hljóna minn. Hún kemur ekki fram hér. Næst það Ólafur Ásgeirsson sem ætlar að fylgja í kjölfar Eiríks og segja okkur frá hvernig verið að vinna að þessu verkefni áfram. Svona. Nám í timburflokkun. Halló, það heyrist betur í þessu. Komið sæl. Já, ég nú væntanlega svona fulltrúi einhvers jaðarshóps í þessum hópi hér því að ég fulltrúi endanlegra notenda þeirra afurða sem þið með. Já, takk fyrir það. Ég sko húsasmiður og byggingatæknifræðingur
og að vinna hjá fyrirtæki sem heitir Iðan fræðslusetur og bara svo ég kannski tala aðeins okkur sko, að þá fyrir þau sem ekki viti það, þá Iðan sem sagt óhagnaðardrifið einkahlutafélag sem í eigu samtaka launþega og atvinnurekenda. Það svona sameiginlegur rekstur sem sem sagt og raunverulega byggir á því að sko Iðan rauninni fræðslusjóður, að greiða allir launþegar í fræðslusjóði og iðnaðarmenn í rauninni tók upp því að stofna þetta fyrirtæki vegna þess að það var ekki rauninni neitt framboð á endurmenntun og símenntun fyrir iðnaðarmenn. Þess vegna þetta fyrirtæki stofnað og við með sem sagt þarna, það 5-6, við með sko bygging- og mannvirkjagreinar sem að ég sem sagt titlaður leiðtogi bygginga- og mannvirkjagreinar. Það ekki langt síðan fékk þennan titl, þetta mjög þetta mikið tekið svona á seinni árum í stjórnunarfræðum. Allavega og við með bíla og faratæki, mál og vél, hótel og matvæli, prentun og upplýsingatækni, passum að tala ekki á hratt, og síðan náms- og starfsráðgjöf. Og innan bygging- og mannvirkjagreinanna þá þessar greinar sem við sjáum hérna og það náttúrulega fyrst og fremst húsasmíði og húsgagnasmíði og fyrir síðan utan aðra greinar sko. Nema að ástæðan fyrir því að ég fór út í þetta, sko við höfum sett okkur ákveðin markmið varðandi sjálfbærni og eins og þið vitið að þá byggingariðnaðurinn, hann náttúrulega ábyrgur fyrir mjög mikilli losun, þó kannski með segja það og steinsteypan náttúrulega ekki minnstan hlut þar í og það talað það að byggingariðnaður sé með alltaf 30, 50, 40% af kolefnislosun á heimsvísu. Þannig að það skiptir máli hvað við gerum og það hefur náttúrulega færst mjög í vöxt að nýta tré og skógarafurðir í byggingar. Og það rauninni var þetta sem að setur þetta í gang hjá mér, að ég fyrir að leita að námsefni í viðarfræði bara fyrir húsasmiði og húsgagnasmiði. Og sko það þannig þegar ég var að læra húsasmiði sjálfur fyrir svolítið löngu síðan, þá var áfangi í iðnskólanum í Reykjavík sem hét viðarfræði og það kom þar inn maður sem ég fannst þá mjög gamall, en ég veit ekki hvað hann var gamall því að ef maður 16 ára þá bara allir gamlir sko. En hann sest niður og svo bara, takið blað og blýant og segir fyrsta spurning, hverjar helstu tegundir viðar? Svar, lauftré og barrtré. Spurning 2 og síðan hélt hann svona áfram. Og ég held að síðan komið til meira, en það sem ég síðan sko rekst þá á þegar ég fer að leita, það þetta tréborgsverkefni og bókina Gæðafjalir, viðskiptaflokkun og timbri og barrtré. Ég fer að ræða með hann og skoða þetta hvaða möguleikar eru fyrir hendi að gera og smá saman þá svona leiðir umræðan svona, við förum að tala gæðaflokkun og og ég ætla að vera með það að vinna þessu. Það hægt að finna þessa bók, Gæðafjalir á netinu og það getur hver sem nálgast hann og Eiríkur með hana sjálfur inn á heimasíðu síns fyrirtækis. Og það aðalega verið að fjalla sögunar aðferðir og heiti á timburfjölum, viðarraka, kvistastærðir og eitt og annað í því markmiði að flokka timbur og það sem að snýra að okkur í byggingariðnaðinum, það raunverulega bara hvað þetta sem að kemur út úr því sem þið eruð að rækta og búa til. Og það þá, eins og við sjáum hérna, það hefla timbur, það timbur í burðarvirki, timbur í klæðningar, umbúðatimbur, innanhús, utanhús og svo framvegis. Og það í þessum bara gríðarlega fjölbreytt flóra. En það sem ég smám saman þá leiður okkar umræða Eiríks yfir það sem að eiginlega vantar mest,
það þessi styrkflokkun. Og það sem það kemur á daginn, það sem að Eiríkur var að greina frá hérna áðan, að sko rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, hún var sameinuð nýsköpunarmiðstöð 2007-08 og í nýsköpunarmiðstöð höfðu menn svona heldur lítinn áhuga á byggingum yfirleitt, þannig að þessar byggingarannsóknir þær svona döluðu mikið og endanum nýsköpunarmiðstöð lokað og þeir missa þarna réttindin til þess að flokka timbur. En það það sem okkar niðurstaða svo að það þyrfti að leggja áherslu á það að búa til námskeið styrkflokkun á timbri. Það vantaði hér innanlands væri fólk sem gæti tekið þetta timbur sem verið að framleiða hérna og styrkflokkað. Og styrkflokkunin, þetta verið að skoða kvisti og áhringir og sprungur og svo framvegis og síðan timbrið flokkað í svona meginatriðum í 4 flokka, T3, 2, 1 og 0 og það flokkurinn bara raunverulega fer bara eftir beygjustyrk efnisins hversu sterkt þetta efni og þetta skiptir okkur máli í byggingariðnaðinum að timbrið sem við erum að nota að það séu fyrirliggjandi töflur styrkleika timbur sem þetta aðalatriði, útlitið auðvitað, arkitektarnir, þeir pæla meiri því. Og þannig að við fórum að stað og Eiríkur hann sest niður við borð fyrir framan tölvu og við förum að taka upp þarna einhverja 4-5 klukkutíma af efni og sem að endanlega verður vefnámskeið upp á 3,5 tíma. Og fylgigögnin voru glærurnar sem Eiríkur hafði búið til og síðan bækurnar, gæðafjalir og þetta RB-blað. Það var enda þannig að Eiríkur hafði á sínum tíma, það var algjör lykilmaður í þessu máli, hann á sínu tíma útbúið RB-blað, þeir sem ekki viti hvað RB-blöð eru, það eru leiðbeiningar sem að rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins gaf út og þegar útgáfunni var hætt hér kringum 2018 að þá voru þetta svona 4 stórar möppur hina aðskiljanlegustu hluti sem að koma fyrir í byggingariðnaði. Og þetta blað reyndar hægt að nálgast líka á heimasíðu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og það eru bara smá gleðifréttir með það að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hún hefur tekið upp aftur þráðinn þar sem að þetta var það sem hann datt niður á sínu tíma og að endurnýja og hefja aftur þessa útgáfu og ekki nóg með það heldur fengum við Eiríkur tölvupóst frá þeim bara í fyrradag þar sem að við vildum ræða við okkur frekari bara frekara samstarf það að gera íslenskt timbur og það verður hægt að nota það því að það náttúrulega eins og þið vitið það kolefnissporað efni sem við erum að nota náttúrulega miklu minna heldur en það fluttar að utan nema hvað að síðan setjum við þetta námskeið í gang í janúar og það var síðan haldið fyrsta prófið 14. mars og það voru 5 manns sem að komu það og hann Hlynur, Rittara og Teitur líka allavega. Eru fleiri hérna inni sem voru þarna? Nei, ok. En þar með þá eru þeir orðnir hæfir þess að styrkflokka timbur mjög ánægilegt. Og við síðan þetta prófið, það var bara haldið í húsnæði yðurnar sem við fengum þarna punkt frá Bíkó sem var sett þarna inn. Þetta var alveg 3 klukkutíma dagskrá þar sem að Eiríkur byrjaði á því að messa yfir liðinu og svona fara yfir efnið, hvort menn hefði ekki örugglega skilið það sem að kom fram í þessum myndböndum sem voru á netinu. Síðan bara fór fram verkleg flokkun, þeir fengu heilt punkt, eins og við sjáum hér að það bara heilt punkt sem að kom og það var bara farið í gegnum þetta og hópurinn fór í gegnum allt þetta og
og mér skilst á honum að það hafi allir náð, þannig að þið vitið það þá að og það bara eftir að gefa út skírteinin og sem sagt, já, og þetta er bara myndir af því. Nema ég ætla bara að enda þetta, ég ekki bara á góðum tíma ennþá? Jú. Sko, þetta bara virkaði vel og ég bara mjög ánægður og sem sagt, mitt hlutverk í þessu fyrst og fremst að ég að vinna fyrir byggingariðnaðinn. Það mikill áhugi hjá verktökum og iðnaðarmönnum fyrir því að nýta íslenskt timbur. Þess vegna alltaf heyra ég þér Teitur með að fá að bjóða námskeið hjá ykkur líka þarna upp frá. Og það eru líka miklu fleiri möguleikar á fræðslu. Það eru til námskeið eins og við hjá Iðunni höfum verið í samvinnu með Garðyrkjuskólann, í sambandi við grisjun og trjáfellingar, en það þyrfti hugsanlega að bæta í kennslu í að saga timbur, þurrka, vinnslu og meðferð, af því að það sem ég vil vekja athygli ykkar á það RB-blað sem kom út núna í haust sem heitir meðferð byggingarvara. Og það þannig að það eru bara mjög, ég segi ekki strangar, en það eru ákveðnar reglur gildandi það hvernig eigi að fara með byggingarvöru. Og hún eigi að vera í rétti stærð og réttu rakastíg og svo framvegis. Þannig að það sem að þið eru að framleiða hér eitthvað sem við viljum nota, en þið náttúrulega bundið þeim skilyrðum að þetta sé bara í réttu ástandi. Takk. Kærar þakkir, Ólafur. Ég ætla að leyfa fyrirspurnir, 2 spurningar eða svo. Já, ég hef kannski ekki með eiginlega spurningu, ég vil bara leiðrétta fyrirlesara, hann alls ekki jaðarhópur í þessum sal, hann sko naflinn. Og án ykkar, Takk fyrir. Án ykkar, þá náum við aldrei hinum fullkomna árangri í okkar starfi og bara til hamingju með þetta frábæra verkefni. Takk fyrir það og bara takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, mjög mikilvægt og við erum greinilega á réttri leið. Bara svona áður en ég hleypi næsta sem kynning á þessum veggspjöldum og þá ætla ég að nefna það að það er búið að streyma þessari ráðstefnu allri. Ég sá myndavélarnar Hlynur í inn í herbyggi og þetta fer allt á YouTube rás, þannig að ef var eitthvað sem það hafi ekki náð, þá tækifæri til að horfa á þetta aftur og aftur og aftur og aftur. Svo getur prófið. En síðasta fyrir matarhlé Edda Sigurdís Oddsdóttir sem ætlar að standa fyrir veggspjalda kynningunum. Komið sæl, gaman að fá að vera með ykkur. Ég fékk þann heiður að leysa Bjarnadýrika Hólmi í því að láta fólk standast tíman við að kynna veggspjöldin. Ég held að segja aðalega því að hann á veggspjöld sjálfur. Hann hefur stundum átt til að vera erfiður með að stýra sjálfum sér. En það veggspjöldin uppi og ég sé að sem fólk búin að vera duglegt að skoða þau. Höfundar fá 2 mínútur til þess að kynna sitt veggspjald, þannig að þetta svona lyfturæðan. Það ekki endilega tími til þess að fara nákvæmlega í efni og aðferðir og heldur þetta svona af hverju þetta mest spennandi verkefnið sem nokkuð tíman hefur verið gert fyrir skógrækt á Íslandi. Það hann Aron sem fyrstur og áður nefndur prófessor Bjarni kemur síðan næstur á eftir honum. Hér á að vera einhvers staðar skjal. Sko, prófessorinn búinn að tróða sér fyrstum þarna? Hvað veggspjaldið hans Arons?
Áttu Aron einhvers staðar, Já, Pétur? þá hefur hann strandað á minni tölvu, þetta var allt, sko, þetta er allt mér að kenna. Já. Það er ekki hann er ekki fallinn. Þannig hann er alls ekki fallinn. Nei. En fara þá ekki Harry einhvern út af þessu? Jú, ég ef ég byrja og hleyp svo og sendi spjaldið á Pétur, þá getur hann fyrst verður síðasti. Já, en Bjarni, hann ætlaði þá að ríða á vaðið. Bjarni náttúrulega er frumkvöðull og spámaður í eigin föðurlandi því að hann er búinn að spá fyrir hvaða svepp hann ætlar að finna núna í haust. Af því að hann ætlar að segja okkur frá spennandi sveppategundu sem hann mun finna haustið 2025. Já, prófessorinn hann flýtir sér stundum svolítið á takaborðinu, þannig að ég er að kynna hér, eins og þið vitið, ég er áhugamaður um sveppanýtjar og við erum, og auðvitað er Guðmóðir okkar allra og Guðfaðir okkar allra sem eru að leika sem sveppi á Íslandi, eru Helgi Hall og svo Guðrúður Gyða Eyjólfsdóttir náttúrulega á Akureyri. En svo erum við nokkur sem eru mikil áhugamenn sveppi og ég er að kynna hér á veggspjaldi nýja tegund sem ég fann haustið 2024. Réttara sagt, eiginkona mín fann sveppinn, rétti mér hann. Það er yfirleitt þannig sem að nýjar tegundir finnast í minni fjölskyldu. Það er all fjölskyldan í sveppatíslu og ég er alltaf einhvers staðar horfum í tré en þau finna sveppina og þannig var það. Og þetta er þá laxageljungur sem hann er að eyrnasveppaætt, hann er kallaður laxasalatsveppur á ensku. Og þetta er mjög fín ætisveppur en við ætlum samt að ekki að tína hann. Við leyfum að breiða svo aðeins meira út en það var hjá þeim í Fljótshlíðinni í lýðveldislundinum sem við fundum hann núna í haust og það er þetta lýðveldislundurinn sem er einn af okkar elstu sitkagreinskógum að þar er ég búinn að finna þó nokkra nýjar tegundir fyrir Ísland og hann er þarna á Suðurlandi og er að safna sveppagrófunum sem koma með loftinu frá Skandinavíu. Þannig að það er einn af mínum uppáhalds sveppaskógum. Og ég vildi kalla hann eyrnasvepp eða laxaeyra eða púkaeyra en ég fekk það ekki, Gyða vildi það ekki, það er nefnilega til sveppur sem heitir Júdasareyra og þá er ættkvíslin eyra búið að taka hana frá í aðra ættkvísl, þannig það er geljungur sem ég ætla að skýra þessa ættkvísl. Sko. Herðu, þá er það Brynja næst ef að mig mismunir ekki. Þannig að hún ætlar að segja okkur frá Skóvist 2 þar sem er verið að skoða áhrif skógræktar á líffjölbreytni eða líffræðilega fjölbreytni. Gjörðu svo vel, Brynja. Já. Heyrðu, já, ég ætla ekki bara að kynna. Já. Svona. Ég var móð. Nei. Ég ætla að kynna verkefni Skóvist. Það er ekki komna niðurstöður. Skóvist 2, sem sagt. Áhrif skógræktar á líffræðilega fjölbreytni. Í kjölfar Land og líf, sem flesti þekkja inni, þá var ákveðið að fara í þessa rannsókn og ákveða að fara í gömlu skógvistarreitina þar sem þeir voru enda bæði á Vesturlandi og Austurlandi þar sem var skoðað áhrif breyttra landnýtingar, skógræktar, hvernig hún breytist þegar skógur er ræktaður á áður skóglausu landi. Og þarna eru misgamlir reitir. Við fórum bara á Vesturlandi í þetta núna, þar sem við fórum í 2 misgamla birkireiti, 3 misgamla stafurreiti og 3 grenireiti misgamla. Svo 20 árum seinna eftir að Skógvist 1, þar sem
við höfðum grunnniðurstöður þar og þarna í samstarfi við Náttúrufræðistofnun, Háskólann á Akureyri, Landbúnaðarháskóla Íslands, Náttúrustofuna Vesturlands og Háskóla Íslands, þá fengu fræðingar til að fara og skoða fuglalíf, fléttur, háplöntur, skordýr og ánamaðka og svo líka bara trjáplöntunar rannsakar og úr þessu munum við fá að sjá góðar niðurstöður hvernig skógurinn breytist, eldri skógar. Já, takk. Já, sko, varstu búin að gleyma þessu, Helena mín, hvernig þetta var? Það er engin miskunn. Páll Sigurðsson næstur og svo bara svona gefa ykkur aðeins það á Salka þar á eftir. En það er eitt sem við prófessorinn eigum sameiginlegt, það er mjög gaman að þau koma að þeim í vandræði. Þannig að þess vegna er maður að þessu. Þetta er einn af þeim sem við komum í vandræði líka stundum. Kannski að rifja upp fyrir ykkur frábæran fyrirlestur, takk, endilega, fyrirlestur Birkis Snæs í gærmorgun standa svona, ok, og já, þetta, sem sagt, endilega kíkja á hann aftur á YouTube, þann fyrirlestur, ég ætla að gera það í kvöld aftur líka. Þetta vegspjald er rétt aðeins, mér langar að tæpa á þessum geðviðum helstu svona nýmælum, það sem er ólíkt hinnum gömlu, endilega tekið á þessu, lesið þetta bara vel og á eftir og sleppið hádegismatnum og ef þið eru ósátt við eitthvað eða hafa eitthvað við þetta athuga, bara talið við Birki eða, já, kannski mig. En já, þetta er svona, skemmtilegt flæðiritt og ég hvet ykkur líka til þess að kynna ykkur þetta. Takk. Þá var það Salka sem var næst. Salka, þú heitir það Salka. Þetta er hann Úlfur sem ætlar þá að tala um mikilvægi jarðvinnslu. Og hver kom eftir því síðan? Það var hann Sigfús, sem er fyrstu höfundur þar. Gjörðu svo vel, Úlfur. Komið þið sæl. Já, ég ætla að segja frá þessari úrvinnslu á rannsókn sem var sett út 2016 í Hvammi í Landsveit og það var nú Þorbergur og Edda sem kom að skipulagningu og framkvæmd líka ásamt mér og síðan er Salka Einarsdóttir að klára B.sinn í skógfræði og vann úr þessu og ástæðan fyrir því að þessi tilraun var sett þarna út í Hvammi er að skógrækt gekk svolítið illa. Þetta er bændaskógræktarverkefni á mjög stóru svæði og affall voru mikil og svona almenn vandræði bara að koma plöntunum á stað og láta þau lifa. Og það vill svo, síðan var sett þarna sem sagt jarðvinnslutilraun ásamt áburði og örverum og slíku og prófaði 2 tegundir. Og það kemur svo skemmtilega niðurstaða þarna að ösp sem er sett á bara hæstu punktana í jarðvinnslunni, sem sagt þetta er kullu jarðvinnsla. Hún lifir langbest og vex mest og núna 9 sumrum eftir að tilraunin var sett út þá er ennþá 92% lifun í öspinni og hún er sem sagt komin yfir 1 meter og hæstu trén eru meira en mannhand. Þannig að þetta er bara engin spurning. Furan lifir þarna miklu verr og hún þarf að vera ofan í hólum til að fá skjól, þannig að það er bæði sennilega næturfrosthætta þarna sem að drepa trén og síðan líka bara, þetta er svo áveðurs, þetta er nálægt fjalli þar sem að vindurinn steypist niður að sígrænu tegundirnar þola það ekki með þær litlar. Takk.
Úlfur, hingraðu aðeins. Ég ætla aðeins að breyta til að því ég sé að Úlfur á nefnilega 2 önnur veggspjöld en aðeins seinna í röðinni. Þannig ég er sem að láta þau bara kynna þau núna. Það ekki? Skógarkolefni það fyrra og svo máttu bara fara sjálfur þegar þú vilt yfir í staðalinn þegar að þar... Þetta, já, að horfa á veggspjöld góð skemmtun eins og þið vitið. Þetta spjald nú bara til að minna á skógarkolefni. Ég fékk nefnilega spurningu í haust frá manni sem var að velta fyrir sér hvað þetta kröfusett ennþá til. Menn svo vanir því að eitthvað sé blásið upp og fara á stað og svo degið það hægt út. En þetta svona að minna á það að þetta er sem sagt ennþá gangandi. Það verða að vinna þriðju útgáfu af þessu kröfusetti ásamt ICR, sem sagt loftslagsskráni og formatið á reglunum og skjölunum mun fara undir þeirra format og vera svona hýst af þeim þó að kröfusetti verði áfram í eigu Lands og skógar og það núna 23 verkefni skráð undir ICR og í skógarkolefni og það mörg í undirbúningi. Þá ætla ég nú bara að skrolla. Já, og þessi verkefni eftir að skipta náttúrulega mjög miklu máli í að Ísland nái markmiðum sínum loftslagsmarkmiðum sínum. 23, þannig að, já. Og síðan bara frekari áminningum að verða að vinna staðli sjálfbæra skógrækt sem að Gulli kynnti í gær og þessi mynd svona sýnir það að markmið að loftslagsmálin svona í miðju þessara markmiða sem að snúast umhverfi, efnahag og samfélag og þetta er stað sem að náttúrulega hver og einn getur valið að fylgja og svona til að styrkja sína stöðu og það mjög líklegt að öll skógarkolefnisverkefni verði skyldu til að fylgja þessum staðli. Þegar hann kemur, væntanlega verður hann gefinn út seinni part sumars eða í haust, en vinnan í fullum gangi. Takk. Æsilegt. Herðið, þá ætla ég að hleypa honum Sigfúsi. Það var þetta hér. Ekki? Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Þetta veggspjald sem sagt kynning á væntanlegu BS-verkefninu mínu sem að, já, úr LT-verkefninu. Fyrir þá sem þekkja það ekki, þá veit ég að Bjarni verður með betri kynningu á því. En ég sem sagt skoðaði blandreyti sem þið sjáið hérna fyrir miðju. Það útskýring á því. Þetta sem sagt hérna á Austurlandi reitirnir alltaf með lerki sem aðra tegund og svo í mismunandi hlutfalli og síðan eru hver einasta blokk sem sagt þar helmingurinn tekinn til umhirðu og hinn verður ómeðhöndlaður og svo þetta náttúrulega langtíma verkefni sem verður fylgst áfram með og já, ég hef nú bara ekki meira kjöt á beini í bili en það bara bíðið spennt eftir framhaldinu. Það verður gaman að koma næsta ári og heyra niðurstöður, fyrstu niðurstöður. Heyrðu, ég
er nú ekki meðlimur í þessu ágæta félagi, hefur stundum langað, en nú er ég rosa fegin að vera það ekki, þannig að ég, skófræðinga krupni til mergjar. Á maður að forða sér að sviðinu, Sigga, þegar þú kemur, eða hvað, Já, komið í sæl aftur. Sko, þetta er ekkert veggspjald neinn vísindi. Það bara vill svo til að ég var að klára 2 ára stjórnarsetu í þessu ágæta félagi og var líka, núna hérna í nefndinni sem undirbjó fagráðstefnu og mér langaði bara svona að gera félagið sýnilegra og sérstaklega kannski að því fyrra var félagið 20 ára og þá var ágætt að taka stöðuna og sjá hvað margir eru í þessum hópi og hvað er að gera og svona. Þannig að þetta er það, sko. Og ef við segjum að Kúfað Hansen sé fyrsti skófræðingurinn á Íslandi, þá útskrifast hann 1983 og síðan þá hafa bæst 111 við og það þá bæði Íslendingar sem hafa lært skófræði hér eða annar staðar og svo erlendir sem hafa flutt hingað annarkvort með námið í menntunum í farteskinu eða lært hér. Og svo bara svona alls konar skemmtileg tölfræði það, hvernig þetta hefur þróast, fjöldi útskrifaðra, konur og kallar og í hvaða löndum fólk hefur stundanám. Því að fram að 2004 þá náttúrulega var ekkert hér í boði á Íslandi og fólk sótti menntun sína aðalega til Noregs. 30 hefðu útskrifast þaðan fyrir 2007. En nú eru Íslendingarnir, íslensku útskrifaðir skófræðingar orðnir fleiri, þeir eru 43 í staðinn fyrir 33 frá Noregi, en þetta er nokkuð svona fjölbreytt nám eða í mörgum löndum, sko. Þannig að já, ég mér langaði svona bara aðalega að vekja athygli á félaginu og hvetja skófræðinga til að gangi í félagið og þeir sem eru ekki með skófræðingi í titlinum hafa samt kannski tekið fullt af skófræði námskeiðum og gæti alveg sótt og kannski komast í félagið. Það eru með nógu margar einingar. Þannig að skoða endilega spjaldið. Takk fyrir mig. Sigga, hverjir eru í stjórn núna? Já. Svona streymið hérna líka. Sko, og það eru Kári og Þórveig og Loftur. Þau eru að taka við keflinu núna og þau eftir að skipta með sér verkum. En það verður örugglega líka alveg frábært til þeim. Glæsilegt, til hamingju nýja stjórn og til hamingju stjórn með frábært félag sem ég fæ ekki vera með í. Engin biturð. Úlfur var búinn að tala þetta. Herðu, það var að Þröstur. En nú ætla ég að setja á hátt á hérna. Veggspjaldið okkar Brynjars gerir grein fyrir fyrstu alvöru kvæmatilraun með Rússa og Sibíríulerki á Íslandi sem var grófsett fyrir svona 25 árum síðan. Hún hefur verið mæld nokkrum sinnum, ýmislegt mælt, síðast 2022. Það eru aðalega 3 hlutir sem við lærum að þessu og gert grein fyrir á veggspjaldinu. Í fyrsta lagi var lifun mjög góð hjá öllum kvæmunum til að byrja með. Eftir að þau eru 10 ára gömul þá fóru þau að týna tölunni og sum kvæmin fóru að drepast í hrönnum. Það sem að drap lerkitrén var annaðhvort lerkiáta eða barviðaráta eða hvort tveggja. Gróhyslur beggja sveppa fundust á greinum trjánna. Í öðru lagi voru mælda skemmdir bæði eftir vorkal og haustkal á mismunandi tímum og niðurstaðan sú að það eru sömu kvæmin sem að fóru að drepast sem að urðu mest fyrir vorkali. Öll kvæmin urðu fyrir haustkali og það var ekki mikill marktækur munur á þeim en íslensku kvæmin, það er að segja upp að fræi af íslenskum trjám stóðu sig vel og voru beinvaxnari heldur en flest önnur. Vöxtur var mjög misjafn og marktækt mismunandi eftir kvæmum
og þar kom greinilega í ljós að kynbættu kvæmin, hvort sem að þau voru valin, foreldrar þeirra voru valdir á Íslandi eða í öðrum löndum eins og Finnlandi eða Svíþjóð, voru best, uxu best. Ásamt reyndar kvæminu Kostroma, sem er suðlægt rússalerkikvæmi, en það var talsvert fyrir haustskaðskemmdum og formið á því var ekki jafn gott og á kynbættu kvæmanum. Niðurstöður: ekki nota Síberíulerki, það er að segja lerki frá Suður-Síberíu, ekki nota annar rússneskt lerki og nota helst kynbætt lerki. Það er betra heldur en lerkið af íslenskum trjám, ókynbættum. Takk fyrir þetta. Þá kemur Pétur hérna með veggspjaldans Arons. Þetta var sko mér að kenna, ekki Bjarna. Hann reyndi að stela þessum vanheiðri af mér. Ég á hann. Hvar finnum við Aron? Já, þarna kemur hann. Það er nýtt. En Aron ætlar að segja okkur frá mikilvægi borgarskógræktar. Svona, svo ég hraðþýði fyrir hérna titilinn. Það gengur rosa vel. Það er Aron. Já, þetta er hérna. Jú. Anna. Já, jú. Jú, það er þetta. Flott. Gjörðu svo vel á. So something a bit different now. So regarding urban forests in Iceland, I could argue that they're probably some of the most important forests that we have, mainly because these are the trees that we basically come across every day. These are the ones you're most likely to be around the most and the ones that will have the biggest impact to your lives. They provide a range of public health benefits, mental health benefits, and generally just the ecosystem services they do provide through stormwater, runoff prevention and whatnot. And that's when we sort of do this sort of research in Iceland, that we found that although there's this kind of misconception that we don't have that many trees in these sort of urban areas, it's kind of not necessarily accurate. When we look across the country, there's some fantastic examples of some good success stories in places like Earstaff and also Arkadeli, both with over 20% canopy cover. And you know, it's only really the capital region through densification and sort of a lack of care that we see sort of a drop in that sort of canopy cover. You know, and I think in general, like, you know, and maybe that's the story of Iceland, that there is these success stories, and that, you know, with more research, the more we understand, the more we can probably guide planning policy to sort of protect and preserve and also enhance these areas. But yeah, I was a bit too much on the poster to go through in 2 minutes. But yeah, just have a look. I appreciate it. Yeah. Takk kærlega fyrir. Núna höfum við 15 mínútur til að fara og skoða þessa póster og þessa veggspjöld betur. Þið þekkið núna orðið höfundana og getið hérna farið og spurt frekari spurninga. Þannig að endilega. Heyrðu Hagamúsin, já, fyrir ekki, Ölvir. Takk Helena, það er eins gott að maður er með hérna eitthvað til þess að sjá. Þarna var hún. Fyrir ekki Ölvir, gjörðu svo vel. Já, ég að segja frá fyrir hugari rannsókn og þarna er alveg ekki komna niðurstöður úr þessu, en þarna takk. En já, ég byrjaði að
taka saman þéttleika úr fyrir rannsóknum og umreiknaði yfir í efnaskipta lífmassa sem eru þessi tala sem tekur tillit til fjöldadýra, hversu þung þau eru og síðan hversu hröð efnaskiptin eru. Þetta er í rauninni beita þungin, svona, já, í rauninni, já, þetta er hvað þeir að borða mikið og þessi efnaskipta lífmassi hann er mjög hár í mörgum vistgerðum. Hann er mjög hár í skóglendum og lúpinubreiðum og sér líka í hvannabreiðum og síðan er hann svona, já, nokkuð lægri í túnum en við erum ekki komið neina tölur til dæmis úr mólendi held ég sko. Og í mínu verkefni þá vil ég að veiða mýs við fyrirliggjandi og síðan nýta gögnin úr já, til að spá fyrir hvort hagamús er á svæðinu eða ekki. Og þéttleika hagamúsa og sjá hvort og þegar þessar tvær greinar eru komnar út þá getum við nálægt því að geta svarað því hvað eru margar hagamýs á Íslandi og hver áhrifin eru á landsvísu. Og svo langar mér líka að skoða kjálkalögun hagamúsa og kjálkalögunin er eðlilega mikilvæg fyrir vistdýra og þetta getur sagt okkur til hvort það sé eitthvað breytileiki í því hvað er að borða á landinu. Og má líka benda á að Viktor Arnarsson er að gera meistaraverkefni þar sem hann er að skoða etíuna og skít og þar með greina tegundina sem við verðum að borða. Já, takk. Helena, eru fleiri sem ég er að gleyma? Ok. Íslenska hagamúsin sé stærsta hagamús í heimi. Herri, ég þakka það fyrir mig. Ég sé að Eiríkur er þarna með höndina upp rétta. Ég veit ekki hvað fundarstjóri vill gera í því. Þið eigið eitt plakat. Það eru algjör, það eru bara Ég er ekki með það á Þetta er þetta litla plakat sem er þarna á veggnum. Það er frá okkur komið, okkur Ólafi. En þetta er sem sagt samantekt á eiginleikum og einkenni á timbris. Það er þegar við erum að flokka timbur eftir gæðum, þá er það eiginleikar og einkenni sem ræður flokkuninni. Þannig endilega skoðið þetta plakat og ef þið viljið fá þetta plakat, hafið bara samband og þá sendum við ykkur. Takk fyrir. Þetta plakat hlýtur náttúrulega að vera upp á vegg bara alls þar. Heiður, eru einhverjir fleiri hérna inni sem eiga veggspjald sem að vilja kynna það? Eða bara einhvers staðar veggspjald? Heiður, svo er ekki. Þá ætla ég að segja þessu lokið í bili, en eins og þið skoðið veggspjöldin, ráðist á höfundana og spyrjið spurninga og bara takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Góð stjórn þó að bættist við veggspjöld alveg hægri vinstri. Við erum á pottitum tíma, það hefur allt gengið samkvæmt áætlun og maturinn er hérna á sama staði í gær. Notið tímann endilega og skoðið veggspjöldin. Ég þakka fyrir mig, ég er búinn í bili. Vigdís tekur við sem fundarstjóri til hádegi. Ég þakka fyrirlesurunum í morgun fyrir þeirra framlag og bara takk fyrir mig.
Halló. Góðir ráðstefnugestir, þá nú klukkan orðin 1 og komið að þessum síðasta hluta. Ég vil að biðja menn að fá sér sæti og koma á svona ró í salinn. Ég heiti Vigdís Sveinbjörnsdóttir og heimamanneskja hérna búsett á Héraði og ég þakka fyrir að ég fá að vera hérna með ykkur. Það mjög gaman að fylgjast með þessu. Ég hef alla ævi staðið svona á jaðrinum í skógræktinni og þegar ég horfi nú og heyri öll þessi góðu erindi allt sem að gerast í skógræktinni verður mér óneitanlega að hugsa til skógaræsku minnar þar sem að afi minn bara það leyti sem ég fæddist þá hóf hann sína skógrækt á jörð sinni Kletti í Reykholtsdal í Borgarfirði og hann gerði það ekki síst til þess að sýna fram á það væri hægt að gera þetta. Þetta hann valdi til þess ákveðin berangursmel í landinu sem að hann byrjaði á og þetta átti að vera til þess að sanna að það væri hægt að rækta skóg á Íslandi og það var ekki eins og fyrrverandi búnaðarmálastjóri Halldór Pálsson sagði einhvern tímann að þurfti mannskrokk undir hvert tré. Það væri anskoti dýrt. En nú er og eins og þið sjáið þá alveg örstutt síðan ég fæddist og við erum komin hingað. Og þetta finnst mér frábær árangur þó að mörgum finnist nú hægt ganga. En hvað það? Þá næsta á dagskránni. Þá hjá okkur hérna, það ekki bara afurðir sem við fáum úr skóginum og trjánum. Það líka ýmis óværa sem að fylgir og til þess að fræða okkur aðeins eitthvað af því kemur hér Brynja Hrafnbjörnsdóttir frá Landi og skógum, starfandi á Mógilsá. Hún með erindið Barkarbjöllur fundnar á Íslandi vá fyrir dyrum. Og nú ætla ég að biðja einhvern sem að kann á þetta, ég ætla ekki að fara að hringla í þessu tölvu núna, einhvern sem kann á þetta að finna erindið. En Brynja, gjörðu svo vel. Það ekki neita maður því. Já, örugglega. Hérna. Nei, á ég kannski bara verið hér. Já. Heyri í mér. Já, ok. Svona. Já, góðan daginn. Ég sem sagt, meðhöfundur minn á þessum fyrirlestri Matthías Alfreðsson sem vinnur hjá Náttúrufræðistofnun og ég ætla að segja aðeins frá nýlegum fundi okkar síðastliðið sumar, barkabjöllum. En bara aðeins barkabjöllur. Hún undirætt ranabjalla og við þekkjum svo sem ranabjöllur aðeins sem skaðvalda á Íslandi, aðalega í nýskógrækt eins og letikeppur og seilakeppur. Eða letikeppur var reyndar hélukeppur seinna, en sem bara einna alvarlegustu skaðvaldunum í nýskógrækt á Íslandi og mjög svona dulinn af því hann neðanjarðar. En þessi hópur sem sagt önnur ætt kvísl og mjög fjölbreyttur hópur, 6.500 tegundir greindar í heiminum og þær bera nafnið út af því að þær bora sig inn í tréð og verpa í börkin. Og við förum aðeins yfir það, lýsferðis svona típisku, þetta mjög
Þetta alveg mismunandi eftir tegundum en svona lífsferillinn hjá flestum. Sem sagt, karlbjallan finnur sér tré og borar sig inn í börkinn og gerir þar svona lítil göng sem líta aðeins svona út og byrjar allan á þessum göngum. En svo svona tilhugalíf hjá kallinum og hann gefur frá sér feramóna og fær svona 2-3 kettlingar til sín. Lyktin laða líka aðra bjöllur en hann ræður ekki við nema svona 2, þannig að já, og svo verpir kvendýrið, hún borar áfram þessi göng sem þið sjáum á myndinni. Hún verpir sem sagt í þessi göng og lirfurnar grafa sér svona út frá þessari rás. Og þannig myndaðu svona munstur og barkabjöllur oft tegundagreindar eftir þessum munstrum. Þegar lirfurnar eru orðnar fullvaxta þá púpaði sig og hérna sjáu þið, ég veit ekki hvað sjáu þetta vel, en hérna þarna eru púpur í endunum á þessum göngum. Og skömmu síðar koma aðrar bjöllur, bara fullorðnar, úr þessum púpum sem dvelja eða éta aðeins þarna í göngunum en svo bora sig út í trénu og þannig sér maður þessi einkenni utanfrá, þessi göt, það eftir þessar 9 bjöllur sem fara og finna sér ný tré til að verpa í og þá hringurinn kominn, sem sagt. Við fréttum kannski mest af hryllingssögunum varðandi barkabjöllur en flestar barkabjöllutegundir lifa bara einungis á dauðum við eða mjög veikum trjám. Þær valda ekki beint skaða í skóginum, þær meira sér hraða niðurbroti næringarefna þannig að það verður meira aðgengi af þeim og eru náttúrulega fæði fyrir önnur dýr eins og mörg skordýr. En þeir geta vissulega eyðilagt kannski svona geymslurýmum eða það sem viðarvinnsla og þær komast kannski í hita og geta fjölgað sér hratt, þá geta þeir vissulega eyðilagt viðinn eftir að búið að fella þótt að þeir lifi einungis á dauðum trjám. Þannig að það getur skapast vandamál líka þar. En það eru nokkrar tegundir sem eru mjög alvarlegir skaðvaldar og valda miklum skaða núna erlendis, bara ekkert svo langt frá okkur. Þegar mikill faraldur og þeir fara í lifandi tré, þá stöðva þær vatns- og næringaflæðið upp í tréð, þannig að maður sér oft svona dauða toppa fyrst og svo ef það sé ekki nóg þá dreifa þeir oft með sér oft sveppasjúkdómum, stundum þráðormum og opna náttúrulega, þessi göt opna náttúrulega líka, þetta bara börkurinn eins og húðin okkar, þegar koma göt á húðina þá miklu greiðari leið bara fyrir aðra utankomandi skaðvalda og sjúkdóma. Þannig að þetta getur orðið mjög alvarlegt. Og við erum að sjá áhrif loftslagsbreytinga á þetta af því að eins og ég sagði áðan þá skaðar oftast veikburða tré og við höfum séð það til dæmis núna með svona miklum þurrkum í Evrópu þá greinilegt að þessar sumar þessar tegundir að valda miklu tjóni þar. Það sem sagt lifa betur þegar minni trjákvoði í trjánum og þegar trén hafa ekki vatni sem þau þurfa þá framleiðir minna henni. Já, sem sagt, og líka þegar verður stormföll, trén veikjast, þá geta þær náða upp miklum faraldrum. Já, og í alvarlegustu tilfellum, með þess að þeir eru búin að fjölga sér mikið í veiku trjánum, þá fara að ráðast á heilbrigð tré. Og það má kannski ekki, það eiginlega ekki hægt að tala barkabjöllur nema að tala Ips typographus. Ég hef nú sýnt þessa mynd áður á fagráðstefnu en þetta bara svolítið rosalegt. Hérna verið að sýna álegt rúmmál dauðs rauðgreinis af völdum barkabjalla, aðalega þessar tegundar í Evrópu og hvernig það eru aukist. Já, hérna eru myndir bara sem ég bara tók í Finnlandi. Þar vandamálið og það var bjargað þessum skógi, hann var aðeins blandaður
við erum að hugsa út í það. Og svo er hérna mynd frá Þýskalandi í einhverjum þjóðgarði. En ef við komum til Íslands, þá er hingað til ekki fundist nein barkabjöllutegund á Íslandi. Það rék svo aðeins grunur að það væru komnar. Það hafði borist ein mynd af barkabjöllu til Náttúrufræðistofnunar 2001 og svo hefur Náttúrufræðistofnun fundið 2 bjöllur allavega á einum stað á höfuðborgarsvæðinu sem eru náttúrulega óvinir barkabjallna hérna erlendis. Þessi efri, það er ekki komið íslenskt nafn á hana, en hún getur vissulega lifað án barkabjallna, hún lifir á sveppum undir berkinum og er mikið undir berkinum og getur líka lifað á flugeggjum, en þessi neðri er bara talin oft upp sem náttúrulega óvinur barkabjallna. Þannig að það voru svona ýmsar vísbendingar og við ákveðum, ég og Matti, að setja út fallgildrur á Mógilsá síðastliðið vor. Og bara eiginlega strax þá fær hann 7. maí fyrstu barkabjölluna, bara þegar hún nýbúin að setja þessar fallgildrur út. Þá fórum við aðeins að leita og þá fundum við ummerki, svona göt á greniviði sem lá í skóginum. Og svo héldu bara bjöllur áfram að koma í gildru fram eftir sumri á nokkrum stöðum í skóginum, en það var ekki einu sinni bara einum stað, þannig að það voru búin að dreifa sér aðeins. Við fengum líka eina mynd úr Fossvogsdalnum og fórum þangað og fundum ummerki á einhverjum bekk eða svona viði þar. Og svo fengum við símtal á Heiðmörkinni þar sem skógarhagsmenn höfðu tekið eftir að það var búið að fella við eða þegar var búið að safna við sem var búin að liggja í skóginum þar og þar voru svona greinileg göt. Þannig að það var bara einhvern veginn allt að gerast þannig allt í einu í barkabjöllunum. Hér er þessar sem við fundum í Heiðmörkinni, bjallan, púpa og lirfa. Og hérna er fjöldin sem kom fram eftir sumri, í heildina fundum við 24 pluss 1 lirfu á Mógilsá og 25 lirfur, púpur og bjöllur í heildina í þessu litla búti úr Heiðmörkinni. Þannig að þær eru greinilega geta að lifa hérna. Já, kannski bara taka fram að við erum ekki búin að tegundagreina því miður þessar tegundir. Við sendum þau í raðgreiningu fyrir ári síðan. Það klikkaði eitthvað og það er bara erfitt að tegundagreina þær án þess að raðgreina þær. Þannig að við erum ekki komið tegundir og þess vegna vitum við ekki alveg hversu alvarlegar eru. En þetta er líklega Hylastes báðar, ef þetta séu sikkvort tegundin, við vitum það ekki heldur, sem við fundum í Heiðmörkinni og Mógilsá. En já, þannig að það verður bara komið ljós. Og þessar Hylastes lifa oft á viði og rótum trjáa og geta verið skaðvaldar þar. Já, eins og ég sagði áðan, það voru greinilega búin að dreifa sér á fundarstöðunum. Í öllum tilfellum voru ummerkin á greniviði, þannig að sem hafði legið í skóginum, þannig að við fundum ekkert á lifandi trjám. Já, þarna var ég bara að segja frá því að við erum ekki búin að tegunda greinina. Og vitum þess vegna ekki hvað afleiðingar þessar tegundir muni hafa fyrir íslenskt skógarvistkerfi. Þess vegna er bara mjög mikilvægt að halda áfram að kortleggja þetta og vakta þessar fundarstaði vel og við ætlum að fara í það, en kannski aðeins að virkja ykkur líka í því því að við getum ekki verið alls staðar að fylgjast með, að ef við sæið eitthvað svona grenivið út í skógi þá er oft gott að snúa honum við og þar undir eru bara svona greinilegar, ef að það hafa verið barkabjöllur svona göt, ég veit ekki hvað ég sjá þessar myndir vel, en og ef að þið finnið einkenni þá auðvitað bara reyna að taka GPS-snitt, hafa samband við mig eða okkur og svo hjálpa líka að snúa drumbunum af því að þeim líður ekki vel þegar þeir þotna upp, sem sagt.
Já, takk fyrir. Já, takk fyrir. Þá það spurningar. Brynjar. Þarna með hendina á lofti. Já, takk fyrir Brynja. Já, bara velta fyrir mér ef við ætlum að rækta skóga sem eru líklega til þess að þola barkabjölluna ef hún svona nær sér að streika á Íslandi. Hvernig eigum við að gera það? Hvernig skóga eigum við að rækta? Eigum við að leggja áherslu á tegundafjölbreytni og aldursdreifingu og eftir við eitthvað fleira? Já, það alveg á hreinu eins og þau töluðu bara í Finnlandi að ekki að dreifa aðeins áhættunni og þar þökkum við fyrir í þessum skógareit sko að það væri ekki bara öll þessi tegund þá að það bara allt þurrkast út. Það náttúrulega alltaf líka bara með skordýr að reyna að rækta upp heilbrigð tré. Ég glemdi kannski að nefna það með Ips typografus, þessa alvarlegu að sem betur fer bara það hefur gefið fullt af spálíkunum þá getur hún ekki eins virðist vera þola íslenska veðuraðstæður á Íslandi. Þannig að það eru góðu fréttina kannski líka. Einhver aldur sem að sérstaklega viðkvæmur á trjánum? Eða skiptir það kannski minna máli? Hún fer með þessar bjöllur sem fara í lifandi tré fara meira í veik gömul tré sem kannski ekki alltaf, já, það betra heldur en ungu og öflugu trén en já. Það gott að dreifa aldrei. Í kurðinni? Það náttúrulega reglur að flytja ekki inn með eða ég man ekki hvernig reglunar það eitthvað prósent að það má ekki vera mikill börkur en bara að taka börkin af og þess vegna eru þessar reglur, það hjálpar rosalega mikið, minnka líkunar mjög mikið. Í skóginum? Það getur verið greni? Já, þú meina innanlands. Já, það getur vissulega, ef þetta fyrir að vera vandamál þá þarf maður að hugsa svoleiðis hluti. En svo við þurfum bara að gera í Evrópu, passa mjög mikið að flytja ekki eldi við og kurl og svona, og milli svæða innan landsins, já. Já. Nú þá næst á dagskráni eitthvað úr skóginum líka. Það hún Hraundís Guðmundsdóttir sem með ilmkjarnaolíurnar frammi sem hún selur í sínu fyrirtæki Hraundís og hún komin hér til að segja okkur frá því. Svona, heyriði mér. Já, komið sæl, Hraundís Guðmundsdóttir heiti ég. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá krafti skógarins í vökvaformi, þegar hann komin í vökvaform og segja ykkur frá aðeins líka olíuævintýrinu mínu sem að ég byrjaði á fyrir 10 árum síðan. Ég lærði ilmolíufræði, útskrifaðist þar 2007, var síðan með nuddstofu þar sem ég notaði ilmkjarnaolíu til að hjálpa fólki við svona ýmsum kvillum. Og var alltaf með þann draum að búa til íslenska ilmkjarnaolíu, það sem hafði ekki verið gert áður, en kunni ekkert að búa það til. Þannig að ég fór í janúar 2015. Hvað þetta að gerast hér? Já. Þá fór ég í námsferð til Sedona í Arizona. Já, það eitthvað komið fyrir glæruna. Og var lítið fyrirtæki sem ég var hjá, hjón sem var ákveða, var þar í rúma viku og lærði að eima. Síðan byrjaði ég vorið 2015 að eima í fyrsta skipti og búin að vera að því síðan. Ég fór líka til Spokane í svona námskeiði í 2023, Spokane í Washington. Þar voru 5 af helstu eimurum sem eru í heiminum. Það var einn frá Nýja-Sjálandi, frá Bandaríkjunum, Kanada, Ítalíu og Frakklandi.
þannig að læra svona meira eimingu. Það alltaf að koma eitthvað nýtt í þessu, eins og ýmsu öðru. Hvað eru ilmkjarnaolíur? Þetta er varnarkerfi plantnanna. Þar eru að framleiða ilmkjarnaolíuna til að verja sig fyrir nagdýrum og bakteríum og sveppum. Þetta eru mjög flókin efnasambönd og það eru ekki allar plöntur sem hafa ilmkjarnaolíur. Það er mjög mismunandi hversu mikið þar eru að framleiða líka plöntunar. Það er til dæmis ef maður tekur hvönn, maður tekur rótina hvönninni, eimar hana, þá fær maður eina tegund af ilmkjarnaolíu með sérstakum ilmi. Svo tekur maður fræina hvönninni, þá fær maður allt annan ilm og allt aðra efnafræði. Svo tekur maður alla plöntuna og þá fær maður allt aðra efnafræði og ilm. Og þetta er sama eins og með trén, sko. Ef maður tekur barrið, þá fær maður eina tegund. Ef maður tekur bara sjálfan viðinn, hreinan við og eimar hann, þá fær maður aðra tegund og eins líka ef maður tekur könglana. Þá er maður komið þriðju tegundina. Hvernig vitum við hvað að gera? Ég sendi þær allar í efnagreiningu erlendis til að sjá hvað þær gera. Glærurnar eru eitthvað mjög skrýtnar. Almennilega hvað þetta er. Þetta er sérst blaðsíða með fullt af efnum í. Þarna. Svona sýnir svona af efnagreiningu. En ég fæ svona 12 blaðsíðna sent frá efnagreiningunni og les úr því ef það er til dæmis beta-pelandreni í miklu magni, þá er það sveppadrepandi. Ef að limonene eða linonol, þá þarf ég að láta setja það utan á umbúðirnar ef ég nota ilmkjarnaolíurnar í einhverjar vörur. Hér á að vera bók eftir Robert Tisserand, Tisserand Institute í Bretlandi. Hann hefur gert margar tilraunir með ilmkjarnaolíu, hvað áhrif þær hafa á mýs og sérstaklega til þess að skoða hvort það geti verið skaðlegar til inntöku. Já, þetta er voðalega skrýtin mynd, jæja. Við notum þar daglega ilmkjarnaolíur. Þær eru í öllum sápu, sjampói, þvottaefni. Það eru notaðar í nudd, kerti og ýmislegt. En yfirleitt er þær ekki unnar úr plöntum, þær eru búnar til á rannsóknarstofu. Það er mikið ódýrara að kaupa svoleiðis ilmkjarnaolíur og nota þær í vörur. Þess vegna gera flest fyrirtæki það og þær eru líka ekta ilmkjarnaolíur eru rókjarnar. Þannig að þær eru fljótar að fara úr. Það er til dæmis eiginlega ekki að nota ilmkjarnaolíur í kerti. Vaxið þarf að vera heitt þegar að vera búið til kertið og svo þegar maður setur ilmkjarnaolíurnar ofan í heitt vatn, þær byrja að gufa upp við 35 gráður. Þannig að þær bara yfirgefa vaxið. Þannig að það er yfirleitt alltaf að nota gervi ilmur í flestar vörur. 80% af ilmkjarnaolíu sem eru á markaðnum til sölu, það er drasl. Það er annarkvort búið að drýja þær eða það eru búin til á rannsóknarstofu. Ekki unnar úr plöntum. Þær eru mikið dýrar og það sjáðu oft á verðinu. Ef þær eru dýrar, þá er það frekar að séu ekta. Það er líka hægt að nota þau í matvæli sem bragðefni. Já, þetta er eimingatækið mitt sem ég ætla að sýna ykkur hvernig virkar. Jæja. Það er stór pottur á það sem var gamall mjólkutankur sem ég lét breyta í eimingatæki og bak við hann er ég með gufurafal sem býr til gufu og ég tengi gufutæki við neðst í tankinum, síðan er ég með gataplötu neðst í tanknum. Þegar ég er að eima barð þá fara 100 kíló þar ofan í. Síðan fer gufan í gegnum plöntuna, leysist til mólekúlin í plöntunni, fer hérna upp í röri, það sést nú nokkuð vel. Þetta er svona kælirör. Það kælir gufuna þannig að hún kemur niður sem vatn. Og það sem að olían er léttari vatn, þá endar þetta í svona skilju eins og þið sjáu, olían flýtur alltaf ofan á. Hún er alltaf léttari en vatnið. Þannig að öðrum megin skilst út olía og hinum megin vatn. Þannig næ ég að tappa af hreinni olíu. Plöntuvatni sem kemur, það er líka hægt að nota það. Það er kallað hydrosol. Og það eru svona smá mólekúla af ilmkjarnaolíum í því, en það er ekki samt sterkt eins og ilmkjarnaolíurnar sjálfar. Jesús, hvað þetta skrítið. Jæja.
Meðalmagnið sem ég fæ úr eimingu eftir tegundum, það mjög mismunandi eins og sjáið, allt þetta barrtrén hérna, þarna fer alltaf 100 kíló í tankinn hjá mér og þarna ég að fá mismunandi 210 millilítra út úr 6 klukkutíma eimingu og fæ mest út úr síbríuþinnum, þar fæ ég 1,5 lítir. Þannig það rosalega mismikið af olíu og þess vegna eru hérna ilmkjarnaolíurnar misdýrar, það fyrir eftir hvað ég fæ mikið úr þeim. Hversu lengi ég að tína líka hráefnið, svo með síbríuþinnin, ég þarf að fara alla leið hingað á Hallormsstað til að sækja hann og hef líka farið í Vaglaskó, eða þar fyrir norðan, hann ekki til á Suður- og Vesturlandi. Lindufjöruna hef ég þurft að sækja stundum hingað. Birkið, þar set ég 30 kíló í og 8 klukkutíma heima og ég fæ ekki nema 40 millilítra. Þá nota ég öðruvísi skilju því það svo lítið af olíu í birkinu að ég get ekki nota hina skiljuna sem þið sjáðu áðan. Hún bara notað ef það mikil olía í hráefninu. Það mjög mismunandi hvað maður fær út úr þessu. Stafafuran, hún með 64% hérna, og það sést, beta-pelandrini, þannig að hún mjög sveppadrepandi. Hún líka mjög góð gegn kvefi og þetta svona bara aðalefnið þarna sem ég setti sko. Hún bakteríudrepandi. Svo finnst mér svolítið merkilegt við hann að mér fannst oft þegar ég labbaði í Stafafuruskóg eða stundum að ég fyndi svona lakkrísilm. Og ég hugsa með mér það verður nú bara vitleysi í mig, gæti ekki verið lakkrísilmur á Stafafuru. Svo hitti ég konu sem sagði við mig, en ég fyndist nú stundum finna lakkrísilm í Stafafuruskógi. Þá fór ég að skoða hérna efnagreininguna. Transanitól, það reyndar bara 0,81%, það nær ekki 1%. Þetta það efni sem að gerir lakkrísilm. Og í til dæmis anís og hérna spánakerfil, þar 70 til 80% transanitól. Þess að viti, það alveg rosa mikið lakkríslykt þar. Þannig að næst þegar ég fær í Stafafuruskó, þá endilega opniði fyrir það hvort þið finnið lakkrísilm af henni. Það einhverju svona vissar aðstæður sem að lakkrísilmurinn kemur, ég veit ekki alveg hvað það ég finna hann ekkert alltaf. Það svona spurning hvort það sé eitthvað veðurfarið eitthvað svolítið sem að breytir. Stafafuruna fæ ég nóg af Vesturlandi, það nóg af henni þar. Ég var eins og í sumar, þá fór ég mikið einhvernir á Daníuslund og var að klippa svona sjálfstæðar stafafurur. Það nóg af þeim, sérstaklega á stígunum, þannig að hreinsa stígana í leiðinni. Ég fór líka 2 ferðir í Heiðmörk með kerru. Sótti þar stafafuru jólatréin sem ekki selst. Jólatréið mitt fór líka í pottinn og svo eitthvað jólatré á nágrannana var það olíu líka. Ég svona nýti allt það sem ég get. Svona Lindifuran, hún mjög, það vantar alveg mynd af henni. Hún sem sagt mjög góð við bólgum og bakteríum og það vægur svona sítrusilmur af henni. Það ilmolíurnar hérna frammi, getur fengið að prófa ilma af þeim og það límonene sem ábyrgt fyrir sítrusilminum af Lindifurunni. Hún líka þessi mjög bakteríudrepandi hérna áður fyrir þá voru Lindifurur alltaf gróðursettari í kringum berklahælinn. Því það þótti svo gott fyrir berklasjúklingana að anda að sér ilminum af Lindifurunni. Hún vinnur mjög vel á svona ef eitthvað djúp hérna lungnavandamál. Róandi líka, maður finnur að sem maður labbar inn í Lindifuruskó, maður fær svona þessu upplifun heldur þegar maður labbar inn í Stafafuruskó. Það eitthvað svona ró yfir Lindifurureitunum. Það nálgast, ég held ég var að byrja. Sitkagreinið, geggjutegund, það hérna beta-myrseni, það eru fáategundir sem svona mikið beta-myrseni sem verkjastillandi. Kamfor, mörgu fyrir sitkagreinið ilmurinn vera svolítið líkur júkaliptus sem kamforið sem ábyrgð á því. Það kamfor líka í júkaliptus. Smá piparmyntilmur, það piparitón sem ábyrgt fyrir því. Hvítinun, ég fæ hann nú ekki oft, hef aðeins náði í trjásafninu í Skorradal, hann ekki algengur. Það var tré sem þurfti að fella og búið til listaverk. Barrið var það olíu og það reyndar líka núna hvítinur hérna úti í skógi sem ég á eftir að sækja. Síberíuþinnurinn, hann alveg geggjaður, hann líka bólgueyðandi og góð við kvefi eins og flest allar barrolíurnar eru.
Fjallaþyrnurinn, já, það er búið að setja fyrir. Þetta er fallegi fjallaþyrnurinn sem féll í vetur inn í Skorradal. Ég er búin að eima hann, þar sem að fjalla á honum. Hann er alveg frábær olía líka. Góður við vöðvabólgu. Það er svolítið lím á neni, hann er góður fyrir ónæmiskerfi líka. Og bornin lasetet er mjög gott líka verkja og bólguðandi. Birkið okkar, það er rosalega sérstakt. Það er allt öðruvísi heldur en birki erlendis. Ef þið kaupið birki ilmkjarnolíu erlendis þá er rosa mikið salixsýra í henni, hún er kannski svona 80-90% salixsýra. En það er líka betúla lenta, en það er engin salixsýra í íslenska birkinu. Ég er búin að láta efnagreina oft og sem betur fer, annars væri asparagleittan örugglega búin að éta allt saman. Þetta er mjög þykk olía og hún er mikið þyngri mólekúlin í henni, þannig að þegar það tefa af henni þá er lyktin lengur að koma því að það er mikið þyngri mólekúl heldur en í barrolíunum. Rússalerkið, það er sama, það er eins og bakteríur og bólgur, mjög gott við því. Þetta eru tegundir sem ég hef líka verið að eima en ef ekki við alltaf verið með sölu. Sumar hafa bara ekki gefið neina olíu. En ég er búin að eima frá upphafi 75 lítra af ilmkjarnolíu. Ég var eftir að taka sama hvað ég er búin að ná í mikið hráefni. Það væri svolítið gaman að því. En eins og ég prófaði hana þar og þang og lúpinurót, ekki enga olíu út af því. Baldursbrán, hún gaf ekki heldur neitt. Og svo eru svona tegundir sem er kannski erfiðara að ná í líka. Og þetta vera, já, síðan er ég upphaflega ætlaði ég bara alltaf að gera ilmkjarnolíur, ekki neitt meira en fór að gera verkjaolíuna sem er vinsælasta varan í dag. Hún er mjög vinsæl, búin að vera það frá upphafi. Síðan er ég að gera sveppolíu við húðsveppum. Þar er fjallaþyrnurinn og stafafyran, þau eru svo sveppadrepandi. Með barnaolíuna Esjar, þar er ég með stafafyruna. Anitólið er mjög gott til þess að laga meltingu. Og fleira sem ég er að selja inn á heimasíðunni hjá mér og svo nokkrum verslunum. Ég reyndar ekki mjög mörgum verslunum. Ég er að fara að reyna að dreifa mér meira. Það er mikið að markaði líka. Það er rosalega gott að fara að marka. Þá hittir maður kúnnan og getur svona meira sagt honum frá hvernig ná að nota olíurnar. Ég staðist í kúnni minn. Þau eru að búa til ylvetn og kerti og eru að nota þessi svona skinnfærin. Jónsi Sigurós og systur hans eiga þetta fyrirtæki. Hann býr til tónlist við ilminn. Það er mjög skemmtilegt að sjá það hjá þeim. Út úr kú býr til skógarsúkkulaði á Lindifjörunni. Mjög gott. Kandi sem er brjósíkur með birkibræði. Frá mér Blábjörg spa í Borgarfirði Eystri er að nota ilmkjarnolíu frá mér í Spæð. Taramar snýstu verið fyrirtækið, það kaupir bæði að með hædrosólu og ilmkjarnolíur. Ég var að gera sápur og sjampa fyrir móður jörð. Þau voru að setja upp gistingu hjá sér og þau eru með eitt herbyggi sem heitir Lerki. Þar inni er sápa og sjampa með lerkiilmi. Annað sem heitir Fura og þar er furiilmur. Þannig að mjög skemmtilegt hvernig þið setja þetta upp. Aromantik í Bandaríkjunum kaupir að með sitkagrænolíu í heildsölu og Sunday í Þýskalandi keypti að mér fyrir 2 ára síðan 6 lítra af ilmkjarnolíu og þessi fyrirtæki kaupa í stórum einingum hjá mér og setja í litla flöskur og selja undir sínu nafni en það kemur alltaf fram að sé frá Íslandi. Síðan hef ég verið að kenna í Hallormsstaðaskóla í nokkur ár. Ég var þar núna mánudag, þriðjudag og er að fara þangað aftur núna á eftir, verð þar á morgun. Þá er ég við samstarf ég og Blábjörg. Við erum að hanna skógaböð innandyra af því það er engin skógur á Borgarfirði Eystri, þannig að þau ætla að koma skógaböðunum inn í hús. Aðeins verið í Listaháskólanum og kynna þar líka. Svo var ég beðin að skrifa grein í blaði Aromantika sem er gefið út rafrænt út allan heim. Það er mjög skemmtilegt að ég frá litla skólisa í Íslandi var beðin að skrifa grein Conifer Oils. Svo hafði finnskur háskóli samband við mig, Karelía, í haust
og bað mig að hafa fyrirlestur það sem ég að gera. Við erum nemendurnar þeirra fjölbreytileika í skógarafurðum. Ég var mjög stolt af því að vera beðin það þessi Finnar eru með rosalega mikla sögu af nýtingu skógarafurða, en við Íslendingar ekki, þannig að ég var mjög gaman að fá að vera að kynna þar hvað við Íslendingar erum að gera. Ég fór á ráðstefnu 2016, þá var ég bara rétt nýbyrjuð með einhverju örfáar oljur. Fyrir að fór ég til Nashville á ráðstefnu og hitti þar Eimara frá Nepal og Nýja-Sjálandi og Kanada og fleiri stöðum. Og hitti þar konu sem Eimari í Sómalíu. Hún í stjórn IFIT-samtakana og baði mig að koma til Gautaborgar í ár því þar verður IFIT-ráðstefna. Það eru 800 meðlimir í þeim félagi og mæta oft 800 manns á ráðstefnuna hjá þeim, þannig að hún verður svolítið hefi. Er ég komið tímdrifur? Ok, þannig að ég að fara þangað. Þetta er uppáhaldið mitt. Angan, Álfheima, ég að þróa með Huldustíg, Álfailm, eða Ilmur Álfheimum fekk styrk frá uppbyggingarsjóði Vesturlands, 1 milljón til þess að vinna í þessu og svo verða 2 ráðstefnur þar sem ég að fara á, til að kynna Álfailminn. Búin. Takk fyrir. Ég gef að segja svo einni spurningu, ekkert tveggja manna tal, bara ein spurning, fljótt og snöggt ef að hún er í húsinu. Já. Það engin spurning, Hrundís, þannig að við þökkum fyrir. Og næst maður bara búinn á svið. Það Bjarni Diðrik sem kynna 20 ára LT-verkefni, áhrif upphafs stéttleika á Lerki og með honum í þessu verkefni Lárus Heiðarsson sem því miður ekki með okkur hér í dag og við sendum honum náttúrulega bara góða kveðjur. Bjarni, gjör svo vel. Já, takk fyrir það. Ég hef mjög gaman að tala, en þetta nú eiginlega fyrsta skipti sem mér þykir afskaplega leiðilegt að standa hérna fyrir framan ykkur af því ég átti alls ekki að flytja þennan fyrirlestur. Heldur ég var að vinna með hún Lalla í þessu verkefni og ég held að við verðum bara að senda kveðju til hans. En kannski fyrir þá sem ekki vita það, þá greindist jafnaldri minn, hann Lárus Heiðarsson með bráða hvítblæði fyrir nokkru viku síðan og á leiðinni stífur í krabbameinsmeðferð og fyrstu horfur eru góðar, hann svaraði mjög vel fyrstu meðferð, en svo hann á leiðinni erlendis í mergskipti, þannig að en þekkjandi Lárus, hann járnkarl, þá kemur hann 3 eldur tilbaka. Og hann bara að hugsa vísindi, segir hann. Hann hefur ekkert annað að gera. En þannig ég stend hérna og að kynna fyrir ykkur rannsókn á 3. úttektinni á LT-verkefninu og Sigfús var hérna með smá veggspjaldskynningu áðan á tegundablöndu hluta LT-verkefnisins og LT-verkefnið sem sagt langtíma verkefnið sem við komum á fót 2002 til 2005 þegar við gróðursettum tæplega 1 milljón plöntur. Og LT-verkefnið til að rannsaka áhrif tegundablöndu á allt mögulegt og þetta eru hálfs hektara reitir, þannig að það möguleik að gera mjög margt inn í þessari tilraun, þannig erum við allar okkar helstu trjátegundir og sama svæðinu, sama jarðveginum, sama loftslaginu og getum borið hluti betur saman. Hér á Austurlandi bættum við einni viðbótartilraun sem upphafs þéttleikatilraun á hreinum lerkiskógum. Og þar á þessum tíma 2000 erum við að gróðursetja 3500 tré á hektara hérna á Austurlandi af lerki sem við erum komið með niður í 2500 í dag. En við vorum að skoða og vildum fá niðurstöður
hérna, ef við gróðursettum þéttar, ef við gróðursettum 5.000 eða við förum í hináttina og gróðursettum 2.000 eða 1.000 tré á hektaran, hvaða áhrif hefur það á útkomu skógræktarinnar og þá í rauninni bæði nytjaskógræktar og öllu öðrum mögulegum áhrifum sem við viljum meta. Og hér á Austurlandi settum við þetta upp í samstarfi héraðsskóga á 4 jörðum skógabænda og þetta búið að vera afskaplega gefandi og skemmtilegt verkefni og Lárus stýrir þessu núna eftir að ég hætti hjá skógræktinni. En ég svo afskiptasamur að ég alltaf eins og api á öxlinni á honum. Og þetta eru þá staðirnir sem við erum með þetta verkefni hérna á Austurlandi og ég ætla að segja ykkur frá þessum upphafsþéttleika tilraunar niðurstöðum. Og skógurinn og lerki tekur náttúrulega gríðarlega vel við sér og fer mjög hratt á stað en hægir svo á vexti þegar það verður miðaldra, alveg öfugt við Sitkagrenið til dæmis. Og þarna eru myndir sem ég tók í hitti fyrir það þegar ég var hérna með nemendur til dæmis hvernig í Mjóanesi, í skógum hérna, hvernig þessi skógar líta út í dag, 20 ára. Og meðferðirnar sem við erum að vinna með eru sem sagt 1000 tré, 2000 tré, 3 og 5 eða 5000 sem var gróðursett upphaflega á hektaran. Og helmingur af hverjum hálfshektara reit fær enga umhirðu, við ætlum að sjá bara hvað skiptir máli að grísja eða ekki grísja eða millibilsjafna, en helmingur af hverju reit í þessari tilraun fær bestu skógarumhirðu sem við getum gefið. Og það þýðir að við millibilsjöfnum á réttum tíma og við grísjum á réttum tíma og svo framvegis. Og barnabörnin okkar munu halda því áfram, eða allavega barnabörn einhvers ykkar sem verður þá í vinnu hjá stofnuninni þegar það kemur. Og við byrjum þéttustu reitina voru millibilsjafnaði 2022. Nei, hérna 2017 segi ég, en við erum ekki búin að millibilsjafna 2003 og 1003 en þau eru 2003 tráareitinni verða væntanlega millibilsjafnaðar á næsta ári, þeir eru að komast á réttan stað fyrir það. Og það er niðurstöður, fyrsta úttekt var gerð af henni Þórveigu Jóhannsdóttur sem BS-verkefni við Landbúnaðarháskóla Íslands. Nú er ég búin að gleyma hvernig það var Þórveig mín, en það var 2017 eða eitthvað svoleiðis. 2012. Já, alveg rétt. Af því að 2017 var síðan önnur úttektin sem að Lárus kynnti 2020 á fagráðstefnunni og þetta er þá 3. úttektin sem hefur verið gerð, sem voru mælingar gerðar 5 árum eftir millibilsjöfnun. Og það er það sem ég er að fara að sýna ykkur. Og það sem Þórveig fann upphaflega sem er mjög áhugavert er að upphafsþéttleiki lerkis hefur mjög mikil áhrif á vaxtargetuna. Toppvöxtur trjáa notum við, toppvöxtur breytist ekki að breytast mjög mikið við þéttleika skóga og þess vegna notum við toppvöxt trjáa til að meta skógræktarskilyrði. En lerki svarar ákaflega sterkt hversu þétt í upphafi á skóglausu landi er gróðursett. Og við sáum þetta bara strax 2012, 10 árum eftir gróðursetningu og þetta var svona eina flottasta niðurstaðan úr ritgerðinnar Þórveigar og það bara heldur áfram. Þannig að við erum komin með alveg mismunandi vaxtargetu flokka á sama jarðveginum, sama svæð, sama sömu stöðunum, bara eftir hversu þétt var gróðursett í upphafi. Og þessi betrunar áhrif af skjólinu, þetta er skjóláhrif fyrst og fremst, eru 16% það sem að þéttast er. Hins vegar, já, þegar við komum núna 5 árum eftir millibilsjöfnun, þá sjáum við, þetta er þvermálsvöxturinn, við búumst við millibilsjöfnunna, við förum að sjá færslu á auknum vexti á þeim trjám sem er skilin eftir og við sjáum það mjög vel í 3500 trjáa, 3500 tré á hektara meðferðinni sem var grísið niður í 1800 en það var 5.000 skóginni sem var grísið niður í 3200, hann næri ekki að bæta sig því það er ekki mjög ljóselst og við hefum þetta millibilsjafna enn harðar. Og ef við skoðum hver er standandi víðaforði bara til 20 ár, þetta er alveg ótrúlega tölur fyrir mig sem er að vinna á Suðurlandi, ofta með furu og gryni, að við erum með standandi víðaforða
hátt upp yfir 100 rúmmetra á hektara í þéttasta reitnum sem ekki hefur fengið grísjun, sem er alveg fáránlegt eftir 20 ár. Bara, come on, bara gjörsamlega crazy. En ef við bætum líka við því sem að tekið út í millibilsjöfnuninni, þá sjáum við að heildarframleiðnin, þá sjáum við að það ekki svo mikið munur á 3500 því þar svöruðu trén, þar varð skógurinn nógu gísinn eftir millibilsjöfnun að við fáum grísunarsvörun, auki vaxtarhraða í það sem eftir stendur, en við sjáum að 5000 reiturinn nær því ekki því það er ómikið skuggi eftir millibilsjöfnun. Og ef við skoðum hvað þýðir þetta fyrir kolefnisbindinguna núna bara 5 árum eftir grísjun, já, það hefur aðeins dregið úr þessum tonn á hektara út af grísjunni, það kostar okkur að grísja í kolefnisbindingunni, en spurningin er hvort að í seiðari stigum skógaframvinduna, það vinnst upp, skiljið þið. Og það er það sem ég vil í rauninni vita, þetta er 20 ára gamalt, að ég vil vita og Lárus vill vita, hvað svo? Og þá er náttúrulega Lárus snillingur. Og Ice Forest námskeiðið sem við ætlum að halda er til dæmis að taka svona gögn og varpa þeim alveg fram í tíman til að svara svoleiðis spurningum og þá notar maður skógvaxtarmódel eða hermilíkun. Og Lárus gerði þetta í síðustu viku. Af því hann hefur ekkert annað að gera eins og hann sagði. Og hann tók hérna Aborex, það er mjög skylt forrit og hérna Ice Forest, en það var forritið sem við unnum fyrst með og Lárus birti vísindagrein 2011 með vaxtarlíkani fyrir lerki, fyrir sem er aðlagaða fljóstarshéraði. Og við erum að nota það og við skoðum í rauninni hvað borgar sem fyrir skógareigandan og í þessari keislu erum við bara að taka tillit til hins hagræna hluta í sjálfbærni skógræktar. Við erum ekki að taka tillit til loftslagsmarkmiða eða neinna annarra vistþjónustu annað en bara harðir peningar. Við erum miklu þannig menn. Við Lárus stundum. Og ef ég er skógareigandi á Austurlandi í dag, hvað fæ ég fyrir afurðina? Og þá er þetta bara raunveruleg verð sem að Bjarki og Tandrabretti og kísilverið á Bakka er að greiða. Og þessi 18.000 kall passar alveg hvað þessi Þórbergur sagði með þessum flutningskostnaði. Og hérna, þannig að þetta er forsenda. En á Íslandi er víðamarkaður mjög óþroskaður, Eiríkur. Það er bara verið að greiða fyrir flettiefni, alveg sama hvort það er rusl eða hvaða sverleikaflokkar er. Það hefur náttúrulega. Þetta er bara staðan á markaðinum hjá okkur í dag, hann á þetta að þroskast og þróast, en auðvitað hefur það áhrif á niðurstöðunar. Og ef ég reyna að skýra aðeins þessa töflu, þá er ég hérna fyrst með ógrísjuðu meðferðirnar, 1000, 2000 tré, 3500 tré og 5000 án umhirðu. Og svo valdi ég bara út 2 grísjuna meðferðir. Og það er þá og þetta er þá grísunar meðferðir eftir hérna millibilsjöfnunina og þá segir mér hermilíkanið að ég á að gera fyrstu grísun í dag. Þetta er óþétt. Og þannig ég á að í rauninni bara framkvæma núna fyrstu grísu, bara núna. Og svo á ég að taka aðra grísun eftir 13 ár eða 17 ár í 3500 eða 5000. Reitnum. Ef við erum bara að hugsa hráefnismagnið, þá er lotulengdin mjög stutt í lerki af því að það er mjög hraðvaxta í upphafi en hægir mjög mikið á sér. Þannig að lotulengdin fyrir út frá hagfræðinni er bara rétt rúm 50 ár. Þá á að rjóðufella og byrja upp á nýtt ef að það er skógræktarmódelið sem við erum að gera af því að við erum ekki að borga meira fyrir sveritrén. Og en takið þetta einu, það sem verður eftir 30 ár, að það er nánast sami standandi víðarforði eða bolviðarforði í skóginum. Þannig að skógurinn er búinn að vinna upp grísunaráhrifin. Við getum verið að grísja án þess að tapa kolefnisforðanum út úr skóginum. Af því ef við grísjum ekki, þá verður sjálfgrísun og þá fer það kolefni í hringrásina út.
Og það sem kom langbest út núna í þessari úttekt sem mjög ólíkt því sem var síðast, að nú borgaði sig, jafnvel með öllum aukakostnaðinum við gróðursetninguna, öllum aukakostnaðinum við að keyra út efnið, að byrja með 5.000 tré á hektara og keyra það bara í viðarskógrækt og það var að gefa mér okkur svona 2.650.000 í heildartekjur á núvirði og það þá eftir að kostnaður var tekin af og á hektara. Og það þá besta meðferðin samkvæmt þessu og þetta breyting að því síðast fyrir 5 árum þegar við keyrðum þessi líka síðast að þá var það í rauninni 2.500 sem meðferðin svo best en vaxtaraukin sem þessi aukni þéttleiki upphafi var að skila munur alltaf aukast á meðferðunum hann hefur verið frá byrjun þannig að nú þessi vaxtarauki farin að skila þessu. Ég ætla satt svona fyrir áður en við rjúkum og förum að segja ágústi að við ætlum að gróðursetja allt aftur í 5.000 eins og við gerðum á 7. áratugnum að þá ætla ég samt að segja að það ekki, þið sjáu hérna tölunar, þetta ekki mikill munur þó að þessi vaxtarbæting sé orðið borgi sig. En þannig að niðurstöðurnar og ég ætla, við skulum ekki, þetta bara núna þessar úttekt kemur það best út að byrja svona þétt þó þessi margfalt dýrara og það bara mjög óvæntar niðurstöður en við erum náttúrulega ekki að taka tillit til neins nema viðar magsins og kostnaðarins sem lagður í ræktunina og hluti af því að lóturnar eru svona stuttara að því að við erum ekki með sölu á flokk á mismunandi þvermálsflokkum timburs til dæmis. Og þetta módel líka metur ekki viðargæði eins og kvisti í þessu 1000 tré á hektara sem náttúrulega alls ekki sömu trén til viðar nýtja eins og tré sem að fái eðlilega skugga í upphafi. Þannig bara var eitthvað svona aðeins við, ekki taka þetta alveg hrátt. En ef við myndum taka til dæmis tillit til, við getum sett hvað sem í þetta módel eða Lárus heldur, til dæmis eitthvað mat á annarri þjónustu eins og kolefnisbindingu og það myndi breyta mjög mikið þessum optimeringu, hvað best að rækta, hvernig við rækta skóginn rétt. En það tvennt sem við bara benda okkur á, það hægt að nýtja skóga og binda eins mikið kolefni þau geta haldið. Hefðu ekki rjóðufelt en haldið áfram að grisja, þá hefðu við geta haldið nokkuð lengi áfram, verið með hámarks kolefnisbindingu en samt nýtja. Og þessa mynd tók ég af höfðingjanum fyrir 2 árum, ég heimsótti hann með nemendum og ég átti að skila þessu til ykkar. Ég reið mér feitan búktalara í verkið. Takk fyrir Bjarni, ég held við erum að gefa kost á einhverju spurningu. Þarna Þorsteinn. Takk fyrir þetta. Hluta til varstu búin að svara því sem ég ætlaði að spyrja netið árhringjabreytt. Nei, þú veist, eitt af því sem að Þórveig til dæmis fekk út í fyrstu úttekt sem við ekki endurtekið að við með þéttu upphaldsmeðferðinni fáum við marktæka þéttari við líka og marktæka aukningu í viðar rúmþyngd eins og Óli Eggert sagði okkur í gær sem mikilvægasti parametrin sem varðandi viðargæði og styrkleika og það eitthvað sem við þurfum að taka í rauninni að gera nýja mælingu og aftur, það væri mjög áhugavert. En þetta módel í rauninni bara að reiknar allt út frá rúmmálsvexti en engu öðru og ekki hversu kvistótt og annað slíkt Þetta frekar einfaldur algoritmi sem við erum með að nota það. Einfaldur innan gæsalappi. Það bara Lárus sem getur gert þetta. Nei, það bara að gera, bara meta áhringja, en auðvitað, já,
ég er ekki að fara lengra með það. Já, það eru takk fyrir gott frábært erindi. Bjarni, þetta er alveg frábært tilraun, gefa okkur mikla upplýsingar. Hérna, ég ætlaði bara að spyrja sko, þegar þið keyrið þarna Ice Forest, keyrið þetta fyrir alla staðina, 4? Já, takk fyrir þetta. Ég átti að segja þetta. Þetta er meðaltal yfir alla 4 vaxtarstaðina frá Úthéraði upp í Fljótsdal. Vaxtarhraði náttúrulega fyrir Lerki, hann er mjög góður alveg frá Eiðaþinga og upp í Fljótsdal, en þegar við erum komin alveg niður í Hróarstungu þá hérna, og er á stað sem er svolítið erfiður á Litlasteinsvaði, að það er aðeins minni vaxtarhraði á Lerki þar. Ja, takk fyrir, góða fréttir fyrir gamlan skóflöttframleiðanda. En það sem ég langaði aðeins að spyrja bara því að hafið þið reiknað út frá þessum tölum innri ávöxtun? Já, allar þessar tölur eru með 3% innri ávöxtun sem er svona hefðbundin, þannig að þetta er allt kostnaðarreiknað. Þetta er allt sem við gerðum net present value útreikning á þessu. Já, Hilmar hérna, Próik, ég var einmitt að furða mig á þessum 3% ávöxtunarkröfunni, hvaðan sú tala kemur, er það innri ávöxtun? Það er bara innri ávöxtun, ekki með verðbólguleiðréttingu, og þetta er náttúrulega alveg heil hérna mikil umræða. Ég sé að Þorbergur, hann alveg hoppar í stólnum, hann langar svo að taka hana, en hann fær ekki að taka hana. Þá þökkum við fyrir þetta og þá er nú mínu hlutverki hér að verða lokið. Áður en ég kveð ykkur þá ætla ég að koma til skila boðum sem búið er ítrekað að biðja mig fyrir. Að skilja eftir merkispjöldin sem þið eru með hálsinn. Skilja þau bara eftir á borðunum þegar þið farið. Það á örugglega endurnýta þetta. En ég þakka fyrir mig og þá er komið að því að Hreinn Óskarsson ætlar að stýra hérna samantekt og umræðum í ráðstefnulok. Kærar þakkir. Já, komið sæl. Ég ætla að reyna að finna þetta samantektarform sem ég notaði hér í dag. Það var nefnilega ekki hægt að gera þetta í hádeginu því að það voru svo mikið fyrirlesturum eftir. Þannig að ég vissi ekkert hvað þau myndu segja. Til dæmis hvort að þessi bjalla væri virkilega hættuleg eða ekki. Það er stóra spurningin. Nú er allt að gerast. Aldrei nú. Þetta er sem sagt hið mikla og fína listaverk sem er endurtekið hjá öllum borðum. Sem Begga held ég hafi séðum og gert og rosalega flott hjá henni. Ég ætla að rúlla bara í gegnum svona helsta. Alls ekki að segja frá öllu og gleyma sumu og þið verður þá bara erfa það við mig ef ég hérna gleymi ykkur í svona algjöru lykilatriði. En þarna, það er búið að ganga svona upp og niður, alls konar tækni örðurleikar sem hafa verið leystir á undraverðan hátt og hérna draup ekki af fólkinu hérna, tækni fólkinu, þó að það væri allt í skrúfunni. Ég hef aldrei séð svona mikla yfirvegun áður. En hérna, Ágúst startaði þessu, slúttar þessu hérna á eftir og Jóhann Páll kom og las fína ræðu sem að hérna, við vitum öll hver skrifaði, en við ætlum að reyna að kynna hann betur fyrir skógræktargeiranum og í rauninni Land og skógi sem til dæmis, því að hann hefur ekkert mikið unnið við þetta gegnum tíðina, en það er bráðungur maður. Og svo kom Dagmar og sagði okkur skemmtilegar sögur úr skóginum og sveitafélaginu. Helena, Marta og Björn komum með nýjustu tækni og vísindi hérna
lítarmælingar með símum. Hvert þetta komið eiginlega? Og DNA-greiningar á jarðvegi. Það verður rosalega flott að sjá það. Og þá er þetta að fá algjörlega nýja vídd á líffjölbreytni sem dæmi. Gaman að sjá hvað mikið aðgengilegt, 900.000 rúmmetrar sem sko aðgengilegt af einhverjum timbri. Það bara, þetta eru tölur sem maður skilur ekki lengur. Birgir Snær kom, hélt snjalla og skemmtilega ræðu sem ég held að fólk hafi meira með skilið hvað hann var að tala um. Og það vel gert þegar talaði svona gæðaviðmið. Þetta klárast fyrir jól. Ég veit ekki alveg hvaða ár það verður, en ég vonandi bara núna í sumar. En verður gott að fá staðal. Og svo kom annar staðal sem Gulli kynnti sjálfbæra skógrækt. Þannig að það ansi margt tekið inn í þetta. Ég skil ekki helmingina því sem hann sagði og ég vona að þið hafi náði betur heldur en ég. En til dæmis bara FCS og FSC. FCS ekki það sama á FSC, það kemur þarna á eftir. Þannig að það þetta skógarkolefni kallað FCS. Þannig að þetta orðið ansi flókið umhverfi fyrir fólk sem kannski hefur ekkert mikla innsýn það leiðrétting á eldri bróðum mínum. FCC heitir þetta. Akkurat. Þá hef ég ekki séð þetta upp á skjánum, rétt. Svo kom hann prófessor Bjarni, eina ferðina. Nei, var þetta fyrsta ferð, ég maður ekki. Fyrsta ferð, já. Og kom með bara ótrúlega skýra og góða yfirsýn. Það sannarlega að bindast kolefni, bæði í trjám og jarðvegi. Og vissulega einhverjar undantekningar til, sem þarf að skoða þá, en reglan þessi. Rakel fór yfir plöntugæði og kynnti fyrir okkur þessar tækninýjungar, fækkun gróðrarstöðva og framleiðslu getu og annað slíkt. Og það blikur á lofti, það alltaf vandræði með veðrið og þessi umræða skógrækt neikvæð, það þýðir einfaldlega að það minnkar áhugi á verkefnum og það getur kostað 20 milljónir bara fyrir svona gróðrarstöð. Eða allt í einu komin neikvæð umræða og eitthvað verkefni döttuður upp fyrir að því einhver staðar í sveitarstjórn veitir ekki framkvæmdaleyfi af því hún finnst skógrækt bara orðin vond. Þetta alveg skelfing, en við ætlum að reyna að vinna með þetta og breyta þessu. Axel Granhus kom og fór yfir þessa síþekkjuskóga og skemmtilega tilraunir sem þeir eru að nýta. Litlurjóðurinn og aðeins svona gisnari skógur. Þetta kannski ekki ósvipað því og út í skógi eftir þetta stormfall. En það ekki skipulagt. Óli kom og sagði okkur frá stöðu timburvinnslunar, fín kynning á honum og man ekkert hvernig niðurst það var hjá Óli. Vildi fá stóra viðarvinnslu einhvers staðar á suðvesturhorninu, ég þekki rétt. Magnús Þorsteins kom og kynnti skógarvinnsluna þeirra niður á Eskifirði, mjög fín yfirsýn og þannig komin alvöru business kall með sín á málið og verður gaman að vinna með svona fyrirtæki áfram og öðrum fyrirtækjum sem eru að stækka eins og skógarafurðum sem við heimsóttum og öllum hinum litlu fyrirtækjunum, litlu sögunarmillunum. En það ýmislegt, það að birta til í framtíðarsýninni. Síðan kom nýr dagur, Aron byrjaði, talaði FSC-vottunina, sagði hvernig staðan á því og óbáslega mikil vinna sem hann búinn að leggja í þetta og mörg eyðublöð sem hann búinn að fylla út. Og fyrsta demo-úttektin fer vonandi fram á Haukadal í sumar. Eiríkur kom svo, sagði okkur frá CE-vottun eða CE-merkingum á timbri og vinnan í gangi þar og stendur vonandi til að það gerist eitthvað á árinu, jável í því. Mjög spennandi. Þorbergur Hjalti kom og sagði okkur frá hvað stafaförin svakalega góð í Viðakurl og ég vissi þetta ekki, þetta var mjög fróðlegt og
eykur örugglega hérna, ef ekki að segja áhuga á því að höggva furuskóga. Allavega þetta er allavega góð hérna leið til að nýta furuna því að þetta er ekki gott timbur, mikið af þessu yngsta skógi. Ásdís Björk kom og sagði okkur frá því að hérna áætlanir væru kannski ekki alveg eins og raunveruleikinn eða raunveruleikinn ekki eins og áætlanirnar og hvað hérna í sambandi við hvaða plöntur væru áætlaðar á hvaða svæði og alls konar skýringar á því eins og við vitum, framboð plantna, breytingar og síðan áætlanir bara áætlanir, athugið það. Svona kallast þær áætlanir. Má breyta þeim. Teitur kom að sagði okkur frá hérna grísjun og hérna kennslu og viðarvinnslu í Heiðmörk og starfseminni þar, mjög flott. Ég fiskaði þetta út hérna, pabbi hætti að tala skógrækt, tengi, eins og kannski fleiri hérna í salnum. Og síðan kom Ólafur og sagði okkur frá námskeiðum hérna í að flokka timbur sem að ég veit að það eru margir hafa áhuga á því og það er að gagnast mjög mikið. Flott verkefni. Svo kom Edda og sagði frá veggspjöldunni, ég bara hljóp yfir það. En það voru mjög flott veggspjöld. Og Brynja sagði svona hörmungafréttir, það var einu svona bara Guðmundur Halldórsson sem kom með svona einhverjar horror fyrirlestra hérna, nú er Brynja komin inn í hans hlutverk. Gera þetta eiginlega bara mjög vel, bara flott hjá þig Brynja. Mér leiði ekkert illa eftir fyrirlesturinn. Það er alltaf von. Hraundís kom og sagði okkur frá apóteki, ég fyrst svona hugsaði apótekskógarinn, svo voru hugsa sveppi, en hérna menn á umferðareyjum, en þetta er miklu fjölbreyttar og gaman að hérna hvað er hérna óbáslega fjölbreyttar vörur sem að út að búa til Hraundís. Og hérna þetta er óbáslega tækifæri í þessum geira sem að hérna margfalda verðmæti skógana sko. Það er eins og sveppatínslan og annað slíkt. Allar auka afurðirnar. Síðan náði ég ekki að skrifa síðasta erindi hérna. En gaman að 5.000 hérna trén að gefa þetta rosalega mikið. Það er flott. Þannig að í samantektinni, þetta er bara frábær erindi og mjög góð samvera með ykkur öllum. Þetta er náttúrulega, þetta snýst reglur, bæta regluverkið, setja staðla á hlutina, fá vottanir á skóga og afurðir, CE-merkingar. Við þurfum að auka umheyrðuna og við þurfum að finna leiðir og ég veit að það er bara í deglunni að vinna það með ráðuneytinu, að finna út hvernig við getum bara einfallega boðið út skóga á rót, útboðsferli, við þurfum að fara í gegnum þann pakka, byrja á því. Þá fáum við grísjun og mögulega þurfum við að borga fyrir grísjunna, mögulega fáum við þetta á núlli, mögulega þá fáum við ykkur í 1000 kalla fyrir rúmmetrinn. Þetta er alveg spennandi tækifæri. Þannig að þetta er mjög jákvæð þróun finnst mér, alltaf að gerast eitthvað nýtt og hérna óbóðslega björt framtíð. Þannig að ég sýni þessi litlu tré hérna frá Klaustri og þakka fyrir og nú ætlar hann Ágúst að hoppa upp. Segja orð. Takk fyrir. Kæra þakkir Hreinn fyrir þessa góðu samantekt og upprifjun fyrir okkur öll. Snilldar upplegg á þessum ráðstefnum að enda þær þannig að við hérna, höfum þetta í huga núna þegar við höldum heim á leið. Já, frá plöntu til planka, fagráðstefna skógræktar 2025, sú ráðstefna nálgast nú dagskrárlok eins og komið hefur fram og ég tel að þetta hafi heppnast geysilega vel að venju og í þau skipti sem að ég hef tekið þátt í þessu þá hefur þetta verið ákaflega lærdómsríkt og góður félagsskapur. Og hér er náttúrulega fræðsla og félagsskapur í hæstu gæðum, svo það sé nú bara sagt. Og ég hef nú dálítið sagt að þetta getur Ísland og Ísland getur meira í dag en áður og svo framvegis en það er alveg á hreinu að við vitum meira í ár en í fyrra. Því það er mikið bæst við eins og við höfum fregnað hérna meðal annars á þessari ráðstefnu okkar. Þannig að þekkingin og reynslan hún vex með ári hverju, svo sannarlega. Þróunin heldur áfram, skógarauðlindin vex og tækifærin eru svo sannarlega víða í þessu
og þau þurfum við að sjálfsögða að grípa og nýta okkur og vanda okkur áfram og þá bara mun vanda okkur áfram í öll okkar starfi og þá mun okkur ganga vel. Á því hef ég mikla trú. Ég vil hér að lokum færa sérstakar þakkir til undirbúningsnefndar og starfsfólks ráðstefnuna sem hefur staðið sig ákaflega vel. Þetta hefur verið alveg þaulskipulegt og fólk með stáltaugar á öllum sviðum, meðal annars tækni fólk, þannig að þau eiga heiðurskilið fyrir gott skipulag. Nú, ég vil líka þakka samstarfsaðilum ráðstefnunar. Þetta myndi náttúrulega ekki gerast nema að við hefðum fleiri til að taka þátt í þessu með okkur og það er góður bragur á því eins og verið hefur og síðan þetta alúða þakkir til fyrirlesara og þeirra sem að kynntu hér veggspjöld því að án ykkar framlags að þá hefði þetta nú verið döflegt hjá okkur. Kærar þakkir. Nú, ég vil líka þakka þeim sem að kynntu hér starfsemi sína, voru með síni sodn af síni framleiðslu eða sínu vöruúrvali. Það setur mjög skemmtilega blæ á þetta og gefur okkur tækifæri til að íhuga hvað framtíðin gæti borið í skauti sér í þessum geira, í enn frekari mæli. Síðan vil ég þakka líka hótelhöldurum hér á Hallormsstað, störtuðu hér einu stykki hóteli fyrir okkur og stóðu þessu með mikilli prýði við að þjónusta okkur og voru með góðan aðbúnað hér fyrir okkur öll. Kæra þakki fyrir það. Síðast en ekki síst vil ég auðvitað færa þakki til ykkar allra sem að sóttu þessa ráðstefnu og gerðu þennan viðburð að veruleika og góðum og gefandi félagsskap. Og þá var það bara næsta fagráðstefna. Það var eitthvað sem hvíslaði því að mér hérna úr verðandi undirbúningsnefnd að næsta fagráðstefna verður á Suðurlandi á næsta ári og að öllum líkindum í Rangárþingi. Það er nú ekki nánari staðsetning en það ennþá komin fram. Þannig að við getum farið að undirbúa það. Og þá er ekkert annað en að segja bara bestur þakkir til ykkar allra og ég leið og ég slít þessari ráðstefnu að þá óska ég ykkur góðrar heimferðar og góðrar heimkomu. Takk fyrir. Góðan daginn, ég heiti Atli Guðjónsson, ég í landupplýsingateymi Lands og skógar og mér langar að sýna ykkur stuttlega frá nýjustu veflausnum okkar sem skógræktarvefsjá Lands og skógar. Þetta nýja upphafssíðan og hér við með möguleikann að fletta í gegnum mismunandi verkefni og hluti af þessu síðan interaktív vefsjá þar sem hægt að zooma inn á mismunandi svæði og fá ítar upplýsingar allar þær skráningar sem í gagnassettum Lands og skógar. Síðan þessar upplýsingar samanteknar á mæliborði hjá okkur og þar enn og aftur möguleikinn á að interakta og vinna með gögnum og skoða þau nánar. Listin hérna vinstra megin uppfærist með hvaða yfirlit þú ert að skoða á landinu á hverju tíma. Og eins og við sjáum þá uppfærast tölurnar eftir í hvaða svæði við verðum að skoða. Og hér sjáum við þá heildarflatarmál sveitarfélags, hlutfall skóga af því sveitarfélagi, flatarmál undir 400 metra hæð og hlutfall skóga undir 400 metra hæð. Síðan við með uppskiptingu á plöntutegundum og það helstu trjátegundirnar. Það að vísu fleiri tegundir sem detta í ýmsar tegundir og síðan við með tímasetningu gróðurfars.
Og þetta eru svona, og þessi vefsjá alltaf tengd við grunngögnin og grunnskráningarnar hjá Landi og skógi og uppfærist þegar við erum að senda og skrá ný gögn til okkar. Takk fyrir. Já, góð dag. Við erum Vorwerk, við erum stödd hérna á ráðstefnunni til þess að kynna þær vörur sem við erum að bjóða skógariðnaðinum á Íslandi og hér erum við til dæmis með Kramer-tæki sem hönnuð fyrir atvinnumenn og þetta meðal annars orf og kjarsög, mjög öfluga keðjusægir, ýmislegt annað sem að tengist skógarafurðum eins og til dæmis hann erum við með pott sem fer á bálpönnu. Nú, annað sem við erum með hérna erum að kynna og sýna eru sægir frá silki, uppkvöstunarsægir, klippur, plöntuskóflur, kandískar plöntuskóflur og auðvitað það sem við flest þekkjum sem erum í skógrækt, geispur og þarna erum við uppkvistunarsægir sem að fara nokkuð hátt upp. Nú síðan má kannski geta þess að við erum hér svona til að gefa stemminguna bálpönnu frá Espegard sem er mjög vinsæl meðal skógarfólks og bara almennt vinsæl. Hérna með bálpönnu og hér má sjá vöfflujárn. Vöfflur bragðast aldrei betur heldur en bakaðar á báli. Já, og hér einmitt áminning á okkur sjálf og Lókasól sem við erum umboðsaðilar fyrir. Lókasól þeir framleiða til dæmis keðjusaðar myllur og bandsaðar myllur. Við skoðuðum eina hjá Bjarka í gær. Og já, þetta nú svona það sem við erum að gera hér, kynna okkur og okkar vörur. Já, hér erum við í gámi sem við höfum útbúið hjá Tandrabrettum fyrir framleiðsluvörur sem við köllum ilm. Og hér eru meðal annars nýjung sem við sjáum vonandi á bensínstöðum og súpermörkuðum í sumar sem eru viðarkol sem eru framleidd úr Grísunnarviðar héraði og svo held ég hérna á einni skífu sem er að framleiðsla sem er nú þekkt hérna frá Guðmundi en við erum konum með vélina og erum vonandi að loka fyrsta samningnum sem er nokkuð stór. Síðan eru hér náttúrulega viðarperlur sem er okkar aðal framleiðsluvara og við sjáum þær nú kannski hérna í pókum á ýmsum stærðum og þetta er líka notað fyrir sem kattarsandur svo þess vegna kannski skrítið að kalla viðarperlur kattarsand. Fyrir aftan mig hérna sjáum við kannski svolítinn eld því að hér er arinn sem er kynntur af viðarperlum og gengur ljómandi vel og verðist gæti orðið vinsælt. Og hér er svo aftur á móti lurkabrennari sem er svipað dæmi og síðan hér á veggnum sjáum við girðingarstaurar sem eru líka framleiddir úr Grísunnarvið og hafa líka vel og eru betri en nokkri staurar úr járni, segja þeir hér bændur. Og þessi gámur kannski kemur einhvern tímann í bæjarhátíð nálægt hér og þið sjáuð hann þar væntanlega. Og verið velkomin hvenær sem er í gáminn til Magnúsar.